Hefja leikinn bara, allir tilbúinir og Sigurður setur á stað. Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann númer 705, haldinn 15. nóvember 2017 og segir fund settan. Það 11 mál á dagskrá á þessu sinni. Það 2 fundargerðir frá bæjarráði Mosfellsbæjar, 3 fundargerðir frá sem nefndum bæjarins og síðan 6 fundargerðir til kynningar, svona úr ýmsum áttum. Og við byrjum þá á fundargerð bæjarráðs Mosfellsbæjar. Sá fundur var númer 1328 og var haldinn 2. nóvember síðastliðinn og ég gef orðið laust þessa fundargerð. Sigurður Póstsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir máli númer 3. Það uppbygging íþróttamiðstöðvar eða klúbbhús og æfingasvæðis við Hlíðavöll í Mosfellsbæ. Og mig langaði bara að forvitnast í fundargerð bæjarráðs, þar sem styrkumsókn golfklúbbsins var rædd og samantekt á fjárhagsstöðu golfklúbbsins sem að fulltrúi hjá Capacent hafði gert. Sem sagt ekki örugglega bara verið að afgreiða hér þessa kynningu. Málinu var vísað til bæjarstjóra til frekari umfjöllun. Þetta mál kemur inn á sjálf beiðnin eða það ekki, hún kemur inn á borð bæjarstjórnar aftur eða ekki. Og það dagskrá bæjarráð á morgun? Já, ok. Já, eins og hér var sagt þá var þetta mál á dagskrá bæjarráðs í fyrra máli en orðið áfram laust þessa fundargerð og enginn kveður sé frekar hljóðs og þá umræðan lokið og ég bið þá rétt upp hönd sem að samþykkja hana eins og einstök mál bera með sér. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá fundargerðin síðari sem við tökum núna fyrir á þessum fundi, síðari fundargerð bæjarráðs. Sá fundur var númer 1329 og hann var haldið viku síðar, sem sagt 9. nóvember síðastliðinn og ég gef orðið laust. Bryndís Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla að fá að taka til máls þarna undir lið númer 1 sem að snýra Leirvogstungu og almenningssamgöngum, en þar ítrekkuð beiðni, eða sem sagt það kemur beiðni þar pöntunarþjónustu í Leirvogstungu og við höfum alloft rætt hér almenningssamgöngur við þessi nýju hverf okkar og hvernig við sjáum það þróast til framtíðar og öllum á að vera ljóst hér að leið sem að við höfum oft kallað 6A en ég held að hafi núna formlega fengið nafni 7 mun keyra sem sagt frá Grafavogi og upp í Helgafellsland. Og eins og ég hef sagt oft hér í ræðustól þá höfum við verið að skoða þann möguleika hvort að það væri rými í tímatöflunni til að sá vagn myndi keyra líka inn í Leirvogstungu. Og nú það orðið ljóst að svo Þannig að áramótin að þá mun sem sagt í stað þess að leið 6 komi hingað upp í Háholt, þá mun leið 7 keyra frá Spönginni í Grafavogi, þannig að hún tengi okkur við Borgarholtsskóla, fara í námunda við Egilshöllina, koma hingað upp í Mosfellsbæ og stoppa við framhaldsskólann. Halda áfram upp í Helgafellskverfis þar sem að verða 2 stoppistöðar og koma svo aftur niður við Hlégarð og tengjast þá Varmárskóla þar sem að fólk getur þá skipt yfir í leið númer 15 og tengir þá líka Helgafellskverfi við Varmársvæði allt saman og mun fara Tunguveginn inn í Leirvogstungu út á Tungubökkum. Ekki keyra gegnum hverfið sjálft, heldur keyra Tunguveginn og snúa þar við og fá þá endastöð út við Tungubakka. Þannig að það svo hugmynd sem orðin að veruleika hér held ég milli embættismanna og embættismanna Mosfellsbæjar og embættismanna Strætó að þessi útfærsla verði eða leiðin mun liggja svona og þetta þá breyting sem mun takast eiga sér stað áramótin. Og ég held að við getum verið mjög ánægð með þetta. Alveg eins og þið eflaust muni að þá voru hér sent til okkar til umsagnar sveitarfélagsins umræða varðandi næturakstur og lengingar á kvöldum helgar.
og til að rifja það eins upp að þá var því vísað inn til skipulagsnefndar sem fer með almenningssamgöngumál og afstaða okkar var sú að við tókum jákvætt í það að lengja akstur á kvöldin og líka bentum sérstaklega á þetta með sumaráætlun. Það er að segja við töldum ástæðu til þess að leið 15 sem hefur verið okkar aðal þjónustuleið að hún aki eins á sumrin og veturnar, það verði ekki þessi þjónustu skerðing sem verið hefur síðustu ár. Við vorum svo sem ekki sérstaklega jákvæð hvað næturaksturinn varðaði en bentum á að okkar forgangsatriði væri fyrst og fremst að ná því í gegn að fá þjónustu við öll hverfi bæjarins. Og það hefur þó náðst í gegn með þessu, þannig að ég held að það sé til mikilla bóta. Þá vona ég að við náum ennþá meiri árangri í því að hvetja Mosfellinga til að nýta sér almenningssamgöngur og það auðveldi okkur að ná því markmiði sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa sett sér um að fjölga þeim sem nýta sér almenningssamgöngum og fækka þar af leiðandi lítillega þeim sem að nýta sér einkabílinn fyrst og fremst. Já, Sigrún Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, mér langar Bryndís svara nú eiginlega því sem að ég ætla að spyrja. Það varðandi Borgarholtsskóla. Þetta er náttúrulega frábærar úrbætur að fá leið 7 inn í Helgafellsland og Leirvogstungu og það má náttúrulega bara þakka Bryndísi fyrir velunni störf í stjórn Strætó fyrir þetta. En það sem að mig langar að sérstaklega biðja er að fá þessar upplýsingar leiðarnar eða leiðina inn á vef Mosfellsbæjar þar sem að þær eru aðgengilegar íbúðum. Þannig að fólk sé ekki að ræða þetta á samskiptamiðlum og enginn veit hvað hann er að ræða eða hvað ræðir. Nota upplýsingatækni samtímans til að koma upplýsingum á framfæri við íbúa. Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir það. Ég alveg sammála því að við verðum auðvitað að kynna þetta vel, bæði Mosfellsbær sem slíkur og Strætó mun gera það. En þessi vinna hefur bara verið í vinnslu bara núna á allra síðustu dögum að ná lendingu í þetta. Þannig að Strætó mun núna fara á stað örugglega tiltölulega fljótlega með því að kynna þær breytingar sem verða áramótin og þá verður þetta sett upp á hið hefðbundna kynningarefni hjá Strætó og þetta verður sett inn á heimasíðu og appið og allt þess aftar. Þannig að en svona eins og ég var að lýsa lítur leiðin úti í þessu vinnslukerfi hjá Strætó eins og staðan í dag og ég hygg að það verði endanleg niðurstaða og það verður svo fljótlega að fara í það að setja þetta fram á þannig að það sé hægt að kynna þetta íbúum. Já, orðið er ennþá laust þessa fundargerð bæjarráðs. Nú, enginn kveður sér frekar hljóðs hana og þá er umræðan lokið og þeir sem samþykkja hana eins og einstaklega með sér bennur rétt hönd og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið hér að fundargerðum einstakara nefnda. Fyrst er það fræðslunefndin, fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Hún hélt fund 8. nóvember síðastliðinn. Og hún er aftast hér. Íþrótta- og tómstundanefndin næst hér. Nú er það var öðruvísi röð. Þriðja mál á dagskrá. Já, þetta er fræðslunefnd undan hjá mér, en hvað er það íþrótta- og tómstundanefndin sem er undan? Já. Þá bara vindum okkur í hana og það er sem sagt fundur í íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar. Sá fundur var nr. 215 haldinn 9. nóvember. Og ég gef orðið laust þessa fundargerð. Ólafur Ingi, gjörðu svo vel. Forseti. Ég ætla að kemur hér upp undir máli nr. 1 í fundi íþrótta- og tómstundanefndar. Og þannig var að fyrst ræði þá vísaði bæjarráð, það var eiginlega má segja að það verið tveimur erindum vísað til nefndarinnar, annars vegar vísaði bæjarráð til nefndarinnar þessu máli til umfjöllunar og kynningar og hins vegar þá var að tillögu okkar í Samfylkingunni samþykkt tillaga í bæjarstjórn það að óska þar eftir
yfirlýsingu frá ungmennafélaginu Aftureldingu það. Eins og það segir, gerum tillögu okkar óskað eftir því að stjórn ungmennafélagsins sendi bæjarstjórn í yfirlýsingu þar sem fram kemur afstaða hennar til þessara framkvæmdar eins og hún liggur fyrir og hvernig hún samræmir stefnumörkun félagsins. Ég hef nú að játa það þó ég hef nú setið hennar fund og er aðalega þessari tillögu og þá átta ég mig ekki á því þegar við gengum frá fundagerðinni að við höfum svo sem ekki svarað þessu erindi og býðst ég allavega fyrir mínu hönd afsökunar á því að hafa ekki rekið það betur. En þó má kannski segja að kynningin sem að nefndi fékk var bara mjög góð. Það mættu þarna, fyrir þetta bæjarstjóra sem að kynnti málið, þá var þarna fulltrúi frá Verki sem er hönnuður að þessu, formaður og varaformaður Aftureldingar og framkvæmdastjóri umhverfis og fræðslusar. Og svona í stórum dráttum að kannski segja það var farið yfir þær breytingar sem hafa orðið á þessu verkefni frá því að það kom inn í bæjarráð eins og allavega það var kynnt fyrir mér úr bæjarráði. Það er að segja að völlurinn hefur verið stækkaður, eða að segja húsið hefur verið stækkað og völlurinn verður líka og gerða svona ýmsar breytingar og síðan var annað sem var það var að mér heyrðist það vera svona eindreginn vilji fyrir því að byggja þarna upp salernisaðstöðu samhliða byggingu hússins. Þó svo enda síðan bókar nefndin það að hún óskir þess að það verði gert. Þó svo við höfum ekki fengið þarna einhverja skriflega yfirlýsingu frá ungmennafélaginu, þá allavega túlkaði ég svör formanns og varaformanns við spurningu hvort að þeir teldu þetta hús ásættanlegt með það hvaða kröfu þau gerðu til þeirra og ég túlkaði það sérst á jákvæðan hátt, hvernig þau teldu þetta fullnægjandi með þau kröfu sem þau gerðu til þessa hús. En þetta verkefni á sér nú forsögu svo sem og kannski forsagan svo að árinu 2013-2014 þá er töluverð umræða hér í bæjarfélaginu varðandi það og þá knýjandi þörf að byggja hér mannvirki, fjölnota íþróttahús og innan Aftureldingar sem ég var þá starfandi á þeim tíma var það talin forgangsatriði. Ég satt nú í þeirri mannvirkjanefnd sem að félagið skipaði á sínu tíma og skilaði minnisblaði til stjórnar Aftureldingar, það er að segja mannvirkjanefnd Aftureldingar sem skilaði því í febrúar 2014 og þar settur efst á lista fjölnota íþróttahús í fullri stærð, með fullum stærð af fótboltavelli, aðstöðu fyrir frjálsar íþróttir til hliðar, hlaupabrautir og síðan við endana stökksvæði fyrir hástökk, lánstökk, stangastökk. Einnig er talað áhorfendapalla, trimbraut og svo framvegis. Síðan stuttu síðar þá er skipaður starfshópur við bæjarins sem að fær það verkefni að skoða svona framkvæmdir og með leyfi forseta bara vitna í minnisblað sem þar var þetta verkefni lagt til að skipa verið starfshópur sem fari með það verkefni að koma með tillögur hvar byggt skuli fjölnota íþróttahús, af hvaða gerð og stærð, rekstrarform þess og hvenær. Og slíka tillögur skulu taka meðal annars mið af vinnu íþrótta- og tónlistarnefndar við forgangsröðun framkvæmda. Þarna var þess að skipa starfshópur með þetta verkefni og tók hann þegar til starfa og eftir því sem ég skilst að fór hann í það og skoðaði ýmis mannvirki og skilaði þarna góðri vinnu. Síðan koma kosningar og þá var aðeins mannabreytingar meðan þess kem ég þarna inn í þennan starfshóp. Þann tíma sem ég starfaði með hópnu var svo sem voru helstu verkefni það að skoða hugsanlega staðsetningu og niðurstaðan var nú eiginlega svo að það væri hagkvæmast að reisa það yfir núverandi gervigrasvöll og síðan var verið að velta fyrir sig hlutum eins og áfangaskiptaverkinu
og þar var verið að velta fyrir sér að byggja þetta í tvennulagi, taka helmingi fyrst, en sá kostnaður sem því fylgdi, þar að segja við að áfangaskipta, hann var það mikill að það borgaði sig ekki. Þannig að það var niðurstaðan frekar að taka þetta í einu lagi, ef að virði. Og síðan kom að þessu vandasamum máli þar að segja með fjármögnun á verkefninu, og þá var svona nokkuð ljósmiða við þau verkefni sem bærinn stóð frammi fyrir, lögbundu verkefni, skólabyggingar og annað slíkt, og tiltölulega þrönga stöðu fjárhags. Það var ekki hægt að segja að það hefði verið mikil hagnaður á þessum árum, frekar hitt, og við þurftum að fara mjög varlega, ég held allir að vera sammála það. Að teknu tilliti þess að þá var, minnstu kosti á þeim tíma, ekki talað æskilegt að bærinn myndi fara í þessa framkvæmd. Þá var verið að velta fyrir sér að einhverju leyti að fara með þetta í einkaframkvæmd og var það eitthvað rætt í starfshópnum, en náðist nú aldrei að klára það mál almennilega, þess að var ekki farið inn að beina viðræður, og starfshópurinn skilaði sér skýrslu sem var síðan send til bæjarstjórnar varðandi stöðu málsins og hvað kosti sem að þeir stöðu komu upp. En bauðst jafnframt til þess að halda áfram störfum. Það boð var hins vegar ekki þegið og starfshópurinn lagði niður. Þannig að þar með er þetta verkefni nokkurn veginn komið í hendur embættismanna bæjarins og Aftureldingar. Þar skilst mér, nú var ég ekki þar, þannig að mér skilst að þar hafi einhver verið að hálfu knattspyrnudeildarinnar verið að ræða einhverja aðila sem voru tilbúnir að byggja þetta og reka. En eftir því sem að bæjarstjóri hefur upplýst að þá var það niðurstaðan úr því að það þætti ekki hagkvæmt, einhver út frá með hagsmuni félagsins í huga upp á aðgengja tíma og svo framvegis. Svoleiðis að þar mál er nú svona í einhverju biðstöðu, þar til að það kemur erindi frá aðalstjórn Aftureldingar breytta framtíðarsýn uppbyggingu knattspyrnusvæðis við íþróttamiðstöðina Varmá, eins og erindið heitir í bókum bæjarins. Og þar finnst mér, og nú kannski þið verið bara afsakað sem fyrrverandi formaður frjálsdeildar, þá finnst mér þessi framtíðarsýn vera svolítið eingöngu framtíðarsýn knattspyrnudeildar, ekki Aftureldingar og þeirra 10 deilda sem þar starfa. Þó svo að það sé tekið fram í þeirra erindi að þetta hefur verið samþykkt á fundi með formönnum allra deilda. En í grófum dráttum þá er þessi tillaga þeirra þar skipt í 3 áfanga, og í fyrsta áfanga verður þá byggður hálfur völlur, endurnýjað gervigras á núverandi velli og búningsherbergi lögð. Í öðrum áfanga ætti síðan að byggja stúku við gervigrasvöllin, búningsklefa, geymslur og félagsaðstöðu þar. Og í 3. áfanga, það sem fékk nú svo sem ekki mikinn hljómgrunn, væri að setja gervigras á Varmárvöll, hitalagnir og flúðursýka. Og þar með værum við náttúrulega bara búin að segja bless við frjálsar íþróttir á þeim velli. Ef að verður. En það sem að mér finnst, og kannski tilgangum minn með þessu, er það að þessi framkvæmd, hún kemur ekki í staðinn fyrir það sem við köllum fjölnota íþróttahús. Þetta er fyrir eina íþróttagrein, og meira sé bara hluta af þeirri grein. Við ætlað fyrir 2 7-manna lið, ekki 2 11-manna lið. Þannig að þetta er bara fótbolti. Þó svo að séu 3 hlaupabrautir, gerðir ráð fyrir þessu, 60 metrar langar, þá sé ég það ekki að það muni skipta neinu fyrir aðra greinar eins og frjálsar íþróttir. Þannig að ég get ekki kallað þetta svo sem einnota íþróttahús og versus fjölnota, það er dálítið svona, en ef ekki bara kalla þetta knatthús eins og það hefur oft verið nefnt, svo fólk fær ekki að rugla þessu saman, vegna þess að þetta er knatthús og þetta er ætlað fyrir mjög takmarkað eða einangraða hluti. Takk fyrir sér. Haraldur Sverrisson er næstur, Björnsvöld.
Ég ætla að fá að ræða þetta sama mál. Fjölnota íþróttahús eins og það settir í dagskránni. Ég er svo sem ekki miklar fastmótaða skoðanir á því hvað þetta heitir. Hvort það heita knatthús eða fjölnota íþróttahús. En það er allavega ljóst að megin tilgangur þessa verkefnis, eða stærsti tilgangur skulum við allavega að segja, er að koma til móts við þarfir knattspyrnuiðkenda í Mosfellsbæ og það var líka, það hefur verið það frá upphafi. Aðeins út af tillögu Samfylkingarinnar og óskum um yfirlýsingu frá Aftureldingu. Ég leit bara þannig á að raun og veru væri það að fá formann og varaformann Aftureldingar inn á fund íþrótta- og tómstundanefndar og þar sem þau gætu sagt þetta bara í beinni útsendingu á fundinum hvað þeim finnist þetta væri kannski betri kostur heldur en að fá einhverja skriflega yfirlýsingu, en það er örugglega hægt að bæta úr því ef menn vilja og hún raun og veru til sú yfirlýsing. Reyndar voru þá athugasemdir gerðar við stærðina en það er búið að bæta úr því eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Ólafs að það komu athugasemdir stærð hússins einkum vegna fyrirhugaðra breytinga á reglugerð stærð knattspyrnuvallar og því hefur húsið verið lengt 10 metra og breikkað 2 metra eins og kynnt var í íþrótta- og tómstundanefndinni og það þýðir að húsið verður tæpir 3800 fermetrar í stað 3200 fermetrar. Og þannig er það þá núna í hönnun og þetta hleypur kostnaðarum upp væntanlega einhverja bilinu, svona gæti verið einhverjum kringum 40 milljónir sem þetta þá eykur kostnað við mannverkið. Síðan eins og kom hérna fram var gert ráð fyrir því að hægt yrði að reisa salernisaðstöðu við þetta hús og það er hér og var rætt hérna svo sem hérna líka á síðasta bæjarstjórnarfundi að það væri hægt að gera það í raun og veru þá strax. Það var ekki það kostnaðarsöm framkvæmd að það hefði einhver meiri háttar áhrif á fjárhag bæjarfélagsins og hér er komin ósk það frá íþrótta- og tómstundanefnd og með formlegum hætti og mér finnst það bara líka í hlutarins eðli að þá verði það sett inn í þessa hönnun og það þarf þá að koma formlega ný kostnaðaráætlun þegar þessari hönnun hefur lokið inn í bæjar og heimila þá útboð á grundvelli þess. Það er svona eins og ég sé þetta fyrir mér. En aðeins þennan starfshóp sem var skipaður vorið 2014, það er alveg rétt að hann hafði það hlutverk að skoða möguleika á að reisa fjölnota íþróttahús í Mosfellsbæ og þá í samræmi við þá ósk þá var frá Aftureldingu það yrði hús þar sem byggt var yfir fullvaxinni, má orða það þannig, knattspyrnuvöll sem er þá völlur sem er 105 sinnum 60 að með minni 8 metrar og með tilherrandi hliðarmannvirkjum eins og hérna voru nefnd. Það var farið mjög vel yfir það og hópurinn var sammála að staðsetningin væri skynsamust á Varmá og ef það ætti þá að byggja hús í þessari stærð þá byggja það yfir gervigrasvöllinn stóra þar sem að gert var ráð fyrir þegar hann var gerður að það væri hægt með þeim hætti. Hópnum var líka falið að skoða fjárhagslega getu sveitarfélagsins til þessara framkvæmdar. Kostnaðaráætlun fyrir það verkefni eins og það var milljarður. Það myndi sennilega á núvirði með núverandi markaðsaðstæður vera svona cirka bát 1,2 milljarður. Og hópurinn reyndar lagði það svo til að yrði farið í þetta verkefni í einkaframkvæmd þar sem að það væri ekki fjárhagsleg geta bæjarfélagsins að takast á við það svo stóra framkvæmd eins og raun bar vitni. Bæjarstjóra var síðan falið úrvinnslu þess verkefnis. Það var niðurstaða bæjarstjórnar þrátt fyrir það að það væri tillaga hópsins
sem að bæjarstjóri sem hér stendur var reyndar formaður fyrir, að hann heldi áfram störfum en niðurstaðan í bæjarstjórn var að fela bæjarstjóra að ræða við aðila þetta verkefni. Það var komið ansi langt og bæjarráði var gerð reglulega grein fyrir því. Það var reglulega hér inn á dagskrá bæjarráðs á þeim tíma sem það var til umræðu. Og það verkefni var komið ansi langt og það var búið að svona gera útlínur af því hvernig slíkur samningur gæti litið við aðila sem hér gáðu sig fram með formlegum hætti við bæinn. Og þegar að það kom þessi breytta stefnumörkun frá Aftureldingu og ég sammála formanni og varaformanni og Aftureldingu það að svona þegar horft þá þetta heilt yfir þá þetta skynsamari nálgun og þetta var ekki þetta var ekki ósk knattspyrnudeildar sem slík, framtíðarsýn knattspyrnudeildar tekin fyrir af aðalstjórn Aftureldingar og síðan á formannafundi og það fylgdi þessu erindi yfirlýsing aðalstjórnar Aftureldingar þar sem að þeir eða Afturelding sem slík óskar eftir þessari breytingu. Þannig að þá verðum við að gera ráð fyrir því að Afturelding sem 10 deilda félag hafi þá forgangsraðað og farið yfir hvað svona breyting þýðir. Það er að segja yfirskriftin með leyfi forseta þessi yfirlýsing aðalstjórnar Aftureldingar vegna breyttrar framtíðarsýnar og uppbyggingu knattspyrnusvæðis Aftureldingar samþykkt á fundi aðalstjórnar 1. febrúar 2017 og þannig þetta sent bænum og tekið fyrir bæjarráði og framhaldi bæjarstjóra falið að ræða við Aftureldingu eins og þeir óska eftir þetta og framgang þess verkefnis sem síðan hefur leitt til þessara niðurstöðu sem að hér kynnt. Það bara einfaldlega þannig að þegar þetta var skoðað að byggja yfir þennan ágæta völl á stóra gervigrasvöllin á Varmá að þá það niðurstaða félagsins að það sé bara ekki nægilega margir fermetrar til þess að sinna iðkun knattspyrnu með þann fjölda iðkenda sem í bænum. Það þyrfti þá raun að byggja einn völl í viðbót, þannig að þá svo framkvæmd sennilega komin upp staðar í kringum 1,5 milljarð að byggja yfir hann og byggja þá annan gervigrasvöll í fullri stærð til viðbótar. Og það bara framkvæmd þeirri stærðargráðu að bæjarfélagið ræður ekki við það myndi brjóta sennilega allar eða einhverjar kennitölur sveitarstjórnarlaga, fjárhagslega styrk og slík sveitarfélag, skuldaviðmið og slíka hluti. Þannig að miðað við það miklu framkvæmdir sem að blasa við sveitarfélaginu á komandi árum að þá það ekki gerlegt verkefni eins og staðan núna. Auðvitað væri það besta lausn að hafa heilt yfirbyggt risastórt fjölnota íþróttahús með fullkomnir frjálsíþróttaaðstöðu líka og annan stóran gervigrasvöll lítið viðbótar, keppnisvöllinn að Varmá og svo æfingasvæðið á Tungubökkum. Þetta væri náttúrulega sennilega aðstaða sem að ekkert sveitarfélag gæti státað af. Vantilega þetta víða var að leita þar á Íslandi. En vonandi verður það nú einhvern tímann og ég nokkuð viss það í tímans rás þá mun sveitarfélagi með eins og það stakka nú þessar mundir hafa fjárhagslega burði til þess að byggja annað hús og þá í svona þessari stærð. En þessi forgangsröðun og þessi stefnumörkun ungmennafélagsins held ég að sé mjög skynnsöm miðað við afkastagetu og það sem sveitarfélagi getur gert þessar myndir. Þarna fæst fyrir svona það bil 350 milljónir æfingahús sem að nýtist
knattspyrnudeildinni með knattspyrnuvelli sem er 60 og 4 sinnum að með minni 48 metrar. Það er þar líka hlaupabraut og það er hægt að hafa tartanefni allt í kringum völlinn, bæði fyrir aftan mörk sem og til hliðar. Þannig að það er líka hægt að hafa einhvers konar æfingaaðstöðu þar fyrir bæði frjálsar íþróttir og svo bara hinn almenna borgara, en það er náttúrulega ekki hægt að kalla það frjálsíþróttahús, það gefur auga leið. En þetta er sem sagt vilji félagsins og eftir því er verið að fara. Ég fagna því og það er ljóst að þetta mun valda byltingu í aðstöðu fyrir knattspyrnu í bænum. Það bætist raun og vera við bara þessi tiltekni völlur yfirbyggður við þá aðstöðu sem er í dag. Og einhverjum kann að þykja það eitthvað, en auðvitað er einhverju sem hefur kannski viljað fá meira, en það er bara ákveðin ómöguleiki í því og við náttúrulega verðum að horfast í augu við það að reyna að koma því í framkvæmd sem hægt er að koma í framkvæmd. Það er engum greiði gerður með því að fara í einhverja framkvæmd sem að leiður okkur í einhverja þá staði sem ekki viljum vera. Til dæmis að við séum ekki sjálfræði yfir fjárhag okkar og slíkt. Þá er betra að sleppa því heldur en að fara á stað. En aðalatriðið þessu finnst mér vera það að þetta mun valda byltingu í aðstöðu fyrir knattspyrnuna og líka vera aðstaða fyrir, þó að hún sé ekki fullkomin, aðstaða fyrir hlaup, fyrir eldri borgara og aðra sem vilja hreyfa sig en ekki gera það yfir hávetrartíman til dæmis á hlaupabrautinni kringum Varmárvöll og þarna er þá aðstaða fyrir slíkt. Þannig að ég held að við ættum að fagna þessu. Þetta er skynnsöm nálgun á mínu mati. Mér heitist að Íþrótta- og tómstundasnefnd væri sammála það og ég skil hennar afgreiðslu á málsins þannig. Það er ljóst að Afturelding vill fara þessa leið og þó að örugglega einhverjir innan þeirra raða, til dæmis sem eru iðka fótbolta, foreldrar eða íþróttafólk hefði haft draum eitthvað ennþá meira, en þá er ég viss það að með tíð og tíma mun sá draumur rætast. Já, Ólafur Ingi er næstur, gjörðu svo vel. Forseti, bara örstutt. Ég heyri það við Haraldur erum nú mestu litur sammála. Við erum allavega alveg klárlega sammála það að engin aðstæða er nógu góð fyrir okkar ágæta unga fólk og það megi alltaf gera betur. Nú, bara til að taka allan vafa, þá ég held að hefði komið fram mínum máli að ég hefði tekið þetta svar og fá að tala hér beint millilega laustu fulltrúa Aftureldingar. Ég tók það alveg sem gilt svar við því erindi sem við sendum til nefndarinnar. Þannig að bara það sé frá. Það er engin vafi um það í mínum huga og ég spurði sérstaklega þessara spurningar og fékk jákvætt svar. Nú, bæjarstjóri minntist hér á að þetta hefði ekki verið stefnumótun knattspyrnudeildar. Nei, það var þannig að... Ég sagði það, en undir hann að verið tekið af aðalstjórnum. Það fyrir ekki. En það sem raunverulega að þarna gerist það að knattspyrnudeild tekur þetta og aðalstjórn tekur þetta upp og gerir það sínu. En það sem ég held að ég hafi sagt í þessu, ég hefði sagt að þetta litaðist mjög af því að vera eingöngu komið frá knattspyrnudeild. Einhvern veginn þannig held ég að orða það, ég ætla samt ekki að fullyrða það. En allavega þá hafði ég átt við það. Nú, og þetta er náttúrulega þannig. Og það sem ég var líka að vekja athygli á er það að sú stefna, eða sú framtíðarsýn sem Afturelding hafði og var mótuð 2014 átt að gilda til 2020. Þannig að það verður nánast á miðri leið, þá er bara skipt framtíðarsýn. Það gerist mjög snögglega. Og ég ætla svo sem ekki að vera að vitna í einhver einkasendur sem ég átti hér við formenn en deilda.
hvers eðlis þessi fundur sem var vitnað í þessu skjali. En það alveg klárt. Þetta bara verið að byggja yfir eina grein. Og ég skil óskup vel aðstöðu þeirra. Börnin búa við bara hörmungar aðstæður í dag, það sem eru að æfa hér út í hvaða veðrum sem Og það mikil þörf að byggja yfir þetta. Og ég ekki á móti þessari framkvæmd. Ég bara mjög ánægður með það að það gert eitthvað, og það bara brýnni nauðsyn að það verið að gera það. Ég hefði verið átt að vilja ganga lengra og ég hefði líka vilja að það veri skoðað aftur hvaða áhrif það hefði á fjárhag bæjarins í dag að ráðast í svona framkvæmd. Við höfum verið að horfa á það og við sáum það núna bara síðast fyrir hálfum mánuði þegar var kynnt fjárhagsáætlun fyrir 2018. Að við alltaf að lækka skuldahlutfall, íbúum að fjölga, tekjur bæjarins að aukast. Og þá allt í lagi að staldra við og skoða hvað þýðir þetta í dag að ráðast í svona framkvæmd. Það gerlegt? Það bara einhverju spurning sem ennþá ósvarað. Ég held hins vegar að það að ráðast í þetta núna sé algjör nauðsyn, en það mun líka gera annað, það mun seinka því að það verði hægt að fara í fullbúið fjölnota íþróttahús. Ég bara alveg sannfærður að það mun gerast. Og ég líka svolítið hræddur að við séum búin að missa því tækifæri að byggja það á þessum stað sem við vorum að hugsa Ef við ætlum að fara í fjölnota íþróttahús í fullri stærð, þá verður það byggt austar annars staðar. Við erum að fara núna væntanlega í endurnýjun á gervigrasi á stóra gervigrasvöllinu og það eitthvað sem að ég líti mig á 10 ár, eitthvað svoleiðis. Við förum ekki að fórna því eftir 5 ár, ég hef ekki trúið því. En bara til að taka, ég hlynntur því að við förum í þetta, ég líti á þetta sem algera nauðsyn, jafnvel neyð að drífa í þessu, vegna þess að vandamálið æðri. Já, það 3 á mæðaskrá og næst Sigrún Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Það eru mörg verkefnin sem eru nauðsynleg í þessu lífi og kannski þetta eitt af þeim. En það gaman að hlusta á þá félaga í bæjarstjórn Ólaf Óskarsson og Harald Sverrisson ræða fjölnota íþróttahús og framtíð þess og hvernig hverju við höfum efni á og svo framvegis í því sambandi. Og mig langar að minna á að íbúðarhreyfingin bjó svo vel á síðasta kjörtímabili að vera með húsasmíðameistara sem fulltrúa í skipulagsnefnd og íþrótta- og tómstundanefnd og það var hann sem óskaði eftir því á sínu tíma fyrir kosningar að fá einhverjar upplýsingar hvað þessi starfshópur sem skipaður hafði verið var að gera en eins og alþjóð veit þá var íbúðarhreyfingin sniðgengin þegar að sá starfshópur var skipaður og hef ég náttúrulega gert athugasemdir við það. En fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar fyrir kosningar kepptust öll framboð sem voru hér í Mosfellsbæ við að lofa fjölnota íþróttahúsi í fullri stærð nema hver íbúðarhreyfingin. Fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar sagði að í ljósi þess að hér ætti að fara að byggja skóla og skuldastöðu bæjarins og fleira. Það væri bara ekki grundvöllur fyrir byggingu þessa stóra fjölnota íþróttahús. Þegar síðan þessi tillaga kemur á þessu kjörtímabili inn á borð, þá myndi ég á þessi varnaðarorð Jóhannesar sem fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar í íþrótta- og tómstundanefnd núna
og sagði meðal annars, það sem að Haraldur sagði hérna áðan, að ég teldi að þetta væri mjög skynsamleg ákvörðun. Og ég þeirra skoðunar að það sé skynsamleg ákvörðun að fara ekki í það stóru fjárfestingu að byggja fjölnota íþróttahús sem að kostar kannski í kringum 1,5 milljarð eða jafnvel meira á núvirði. Vegna þess að þá bindum við sveitarfélagið í fjötra fyrir næstu ár og jafnvel áratug og ég held að það sé ekki skynsamlegt. Þannig að ég tel að þessi tillaga sé skynsamlegri. Það komin kostnaðaráætlun þetta verkefni að einhverju leyti en það eru ýmsir kostnaðarliðir sem að gætu verið kostnaðarsamir, mjög ekki komnir í ljós eins og varðandi upphitun á húsinu og eitthvað fleira. Það inn í áætlunni. Já, það. En það var sem sagt einhver allavega umfjöllun það að það væri óljóst á fundinu. En svo að lokum nú hafa Hafnfirðingar byggt svona hús. Það á þeirra reynslu sem að þessi tillaga byggir? Það væri gott að fá að vita það. Já. Við heldum áfram bara Bryndís næstu mælda svo. Það svo vel. Já, forseti, ég að ræða þetta sama mál og mér finnst ánægjulegt að heyra hér, ef ég skil allar rétt, að fulltrúar allra stjórnmálaafla hér fyrirgefðu Bjarki, ég hef reyndar ekki heyrt þig fara upp til að ræða þetta, en ég gerir ráð fyrir því. Það kemur að því. Alltaf búin að heyra hér fulltrúa Samfylkingarinnar lýsa yfir stuðningi við þessa hugmynd eins og hún hefur komið fram hér og ef ég skildi fulltrúa íbúðarhreyfingarinnar rétt, þá var hún líka að tala um það að þetta væri skynsamleg leið. Þetta nú búið að vera mál sem búið kannski hægt að segja að sé búið að fara í einhverja hringi í umræðinni, eins og oft með stór mál og oft það líka mjög gott og þroskandi fyrir svona mál að þau fái góðan tíma í undirbúningi og það sé farið svolítið vel og ítarlega í gegnum það og það svo sannarlega verið gert í þessu tilfelli. Ég var hluti af þessum starfshóp sem skipaður var á síðasta kjörtímabili til að skoða mismunandi útfærslur og leiðir og fara yfir staðsetningaval. Ég veit nú ekkert hvort að alþjóð sé sérstaklega ljóst að það var ekki fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar í þeim ágæta starfshóp en það voru sem sagt, ég var þar sem formaður skipulagsnefndar og ef maður rétt formaður íþrótta- og tómstundanefndar, fulltrúar frá Aftureldingu, frá bænum og mér minnir að það hafi verið bæjarfulltrúi Jónas Sigurðsson sem var fulltrúi Samfylkingarinnar. En þetta mál var rætt mjög oft inn í bæjarráði, þar sem að öll framboðin þá hafa fulltrúa og farið yfir svona þróun þess verkefnis. Við fórum og skoðuðum íþróttahús sem eru í námunda við höfuðborgarsvæðið, mismunandi leiðir, stærðir, uppbyttingu, ekki uppbyttingu. Við vorum með líka verkfræðinga og aðra sem voru að veita okkur ráðgjöf í þessu. Og það nú þannig að þessi staðsetning hefur lengi setur svolítið í fólki hvað svæðið þolir. Og út af því að Samson líka, þá höfum við líka rætt það inn í skipulagsnefnd og fólk hefur aðeins verið að velta því fyrir sér hvað þetta svæði sem að vissulega er allavega mínu mati með fallegustu íþróttasvæðum sem að ég hef séð allavega hér á landi. En þetta líka frekar viðkvæmt svæði, þarna Varmáin við erum með Ævintýragarðinn og svona. Og ég hef ekki heyrt marga tala um það að hvort sem það sé knatthús eða fjölnota íþróttahús séu sérstaklega falleg mannvirki. Þau eru svolítið stór og yfirgnæfandi á umhverfið sitt. Þannig að það var eitt af því sem ég get bara viðurkennt. Ég hafði alltaf efasemdir það þegar ég fór inn í einu starfshóp, þetta örugglega rétti staðurinn? En þá verðum við náttúrulega líka að horfa til þess að það í rauninni búið að fara í gegnum það mat og við erum búin að taka þá ákvörðun að Varmár sé okkar aðal íþróttasvæði og okkar keppnisvæði. Og þannig að ég held að við verðum að horfa á það í því ljósi. Nú þegar það var svo uppi hugmyndum að byggja yfir gervigrasið og vera þá með
fjölnota íþróttahús og völl í fullri stærð, að þá veltur maður líka fyrir sér og hvað svo? Nú viðurkenni ég það, ég hef aldrei spilað knattspyrnu og hefur svona takmarkaða þekkingu á þessu, en ég er þó fótboltamamma og hef fylgt hérna á allmörg íþróttamótin og bæði staðið úti og inni og hérna upplifað ýmislegt í þeim efnum, og það er fátt jafn leiðilegt og ömurlegt eins og það að vera að sumri til og vera látin fara inn í íþróttahús að spila eða yfirbyggðan knattspyrnuvöll. Og ég held að flestir vilji nú stunda þessa íþrótt úti þegar hægt er. Þannig að ég held þess vegna að þrátt fyrir það hérna, synir mínir hafa alveg bara í borðið heimasett og það verði að byggja yfir gervigrasi, við viljum bara knattspyrnu höll sko. Þá svona þegar öllu er á botni hvolft þá sé þetta skynnsum leið. Að þarna sé hægt að stunda æfingar, það er hægt að keppa þá svona í yngri flokkunum, en við höldum okkur þá stóra gervigrasinu sem er með flóðlýsingu og alls til alls, þó að hérna, það kunni stundum að vera þannig að svona vetrar aðstæður sé með þeim hætti að það henti kannski ekki brjálæðslega vel. En ég ætla nú bara að segja, ég er ekki sammála því mati sem kom hérna fram hjá bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar, þetta væri sko einhver algjör neyðarráðstöfun. Þetta er líka aðeins að horfa á það að hérna, jú, það eru mörg sveitarfélög sem hafa farið þessa leið. Sum hafa fengið svona verkefni hreinlega bara upp í fangið og sum eru líka að hérna, bíta á nálum með það að þetta er búið að vera þungbært að byggja upp svona mannvirki og reka það. Þetta kostar gríðarlega fjármuni. Mér langar líka aðeins að koma inn á þetta sem að bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar var ræðandi frjálsar íþróttirnar og í þess vegna held ég við þurfum að skoða það sérstaklega, það sem kemur fram í þessu ágæta plaggi þarna frá Aftureldingu og framtíðar hugmyndina að setja gervigrasið á varmavöllin. Ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að taka umræðu. En ég hef líka stundum sagt það, ég ætla bara að vera hreinskilin með það, mér finnst okkur hægt oft til út af því að við erum með hérna, íþróttafélag sem er með rosalega margar deildir, að það kemur eitthvað áhersla á eitthvað eitt og þá er farið svolítið á stað með það og þá er alltaf hætta við að það minnki einhvern veginn áhuginn og áherslan á eitthvað annað. Við vorum hérna á sínum tíma með frábæra frjálsíþróttafélag og við erum í rauninni ennþá með það, en frjálsíþróttadeildin okkar er kannski ekkert brjálæðislega öflug. Við vorum með fimleikadeild sem fór mjög vaxandi og erum með frábært fimleikahús. Ég veit ekki hversu mikill kraftur er í deildinni núna, en þetta er svolítið það sem við búum bara við þegar íþróttafélagið er svona stórt og viðmikið. Þetta fer oft eftir auðvitað bara krökkunum sem eru að æfa, hversu öflugir foreldrarnir eru í þessum deildum og svona, þannig að áhersluna verða oft rosalega mikilvægar. Þess vegna finnst mér mjög mikilvægt fyrir okkur hérna sem kjörna fulltrúa og stjórnvaldi Mosfellsbæ að fá framtíðarsýn frá íþróttafélaginu. Og það finnst mér þó mjög gott, hvort sem við erum alveg sammála því og munum fylgja því einu öllu eða vinna eitthvað með þeim að einhverju aðeins breyttari stefnu, að fá þetta niður á blað. Hvað íþróttafélögin er að sjá fyrir sér, hver er staða fjöldi iðkenda í dag og hvernig þau sjá þetta þróskast og þróast í tengslum við stækkandi bæjarfélag. Og ég held að það sé mjög mikilvægt og þess vegna fagna ég því þá að við séum þá komin á þennan stað núna, að það eru hérna svona hugmyndir knattspyrnudeildar og það er hér erindi frá aðalstjórn Aftureldingar það að gera þetta með þessum hætti og sjá það fyrir sér sem einhver svona skref í einhverju framtíðarþróun og hérna þannig ég fellst bara fyllilega á þau rök sem að þar eru sett fram og held ég hafi þetta ekkert mikið lengra sinni bara og svo gaman að heyra það ef allir eru hér sammála þetta í bæjarstjórninni. Já. Theodór, bestur, gjör svo vel. Forseti, ég tek undir bara með því sem hefur komið fram hérna og ég held að þessi hringur eins og kannski Bryndís Bæjarfulltrúi nefndi hérna þar sem þess að var skoða til hlítar hafi verið nauðsynlegur. Auðvitað hafa áhrif kosningar og það þrýst ykkur þá var en það skiptir ekki máli, við settum saman og fórum yfir þetta og niðurstaðan er dálítið liggur dálítið fyrir. Það sem ég langaði að segja er kannski að við höfum í huga að fara ekki onni í deildir eða einingar í félaginu sjálfu þar sem við gerðum samning fyrir ekki sem er löngu síðan þar sem að samskiptin okkar fara aðalstjórn. Við verðum að treysta því aðalstjórn komi til okkar eins og þú óskar sér nefna Bryndís, komi til okkar sínum hagsmunum
hvort sem það er handbolti núna, fimmleikar þá eða hvað það verður. Og við gerðum samning þetta og í 4. grein samningsins fjallað þetta. Aðalstjórn Aftureldingar hefur sambandi við okkur. Við verðum að treysta því. Það var þannig áður. Þetta var svolítið deildarskipt. Við komum hérna handboltanum, fótboltanum, blakinu eða hvað það var og við lentum svolítið í klemmu. Þannig að aðalstjórn hefur þetta umboð fullt og óskorið í samningu sem við gerðum. Þannig að fyrir liggur vilji þar og ég held við höfum svolítið að miða við það. Þannig að þó það snúist kannski og ég get tekið undir með Ólafur þetta auðvitað svolítið endurspegla fótboltu, kannski hefur stærðin að gera með það. Þannig að ég held að kannski mín orðin í þetta, mér líst vel á þessa niðurstöðu, ég held við ráðum við þá og kannski eins og kom fram hérna í kannski máli allra og líka þetta er viðræðileg fjárhæð og við erum að bregðast við ástand sem við þurfum, hvað gerist í framtíð, ég veit það ekki. En allavega, mér langaði að nefna með samningin og við virðum umboð aðalstjórnar sem í samskiptunum við okkur og við svolítið höfum það að leiðarljósi og finnum út úr þessu og það er komin einhver ný sjónarmið kannski þarf eitthvað að bæta og lengja og setja einhverja sælindsaðstöðu við og þá reynum við að gera það en ég held að við höfum að fylgja þessu máli áfram og með þessu eins og það hefur gert nú í síðustu vikur og mánuði. Takk. Já, þá var það Haraldur Sverrisson, Björnsvöld. Það var hérna einn frá bæjarfulltrúa íbúðarhreyfinganna, hann voru að spyrja fyrirmyndirnar af þessu húsi og vitna það til Hafnarfjarðar, spurði hvort það væri. Já, það er rétt. Þar eru nú þegar 2 svona hús í notkun. Annað heitir Dvergurinn og hitt heitir Risinn. Hvorugt þeirra, bæði eru svona hálf hús, eða það má ekki segja að Dvergurinn sé 1/4 hús og Risinn hálf hús. En þetta hús sem við erum að reisa er heldur stærra en það. Þeir hafa síðan tekið ákvörðun það, þetta er reyndar hús sem að FH reisti sjálft og á og FH hefur tekið ákvörðun að reisa 3. húsið að þessari gerð. Ég man nú ekki í augnablikinu hvað það á að heita, það er í einhverjum... Það er ekki Dvergurinn? Nei, Dvergurinn er til og Risinn er til. Mjallkvið. Þá getur hugmynd, en ég held að það hafi ekki verið samt rétt. Það var einhverjum svipurnöfn og Dvergurinn og Risinn. Það dótti úr með augnablikinu hvað það er. En þeir eru semst að fara í 3. húsið og þessi hönnun sem að hér liggur fyrir af Verkís er hönnun sem að Árborg fékk Verkís til að vinna. Þeir eru að fara að reisa svona hús líka í sínu sveitarfélagi. Og þetta er sem sagt stálgrindarhús með svokallum 2-földum segldúk. Það reyndar Dvergurinn, fyrsta húsið sem var með þessum hætti í Hafnarfirði, það er bara með 1-földum segldúk. En þetta er með 2-földum segldúk sem að gerir einangrun þess betri og húsið svona öflugra og sterkara, svona segja verkfræðingarnir okkur og mæla með þessari aðferð og kostnaðaráætlunin er miður við það. Það verður líka hérna, síðan var að bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingar að velta þessari uppbytuninni inn í þessari fjárhagsáætlun. Kostnaðaráætlun fyrirgefðu er tvenns konar uppbytun, annars vegar sú uppbytun sem er í dag á grasvöllinum gamla, þar að segja þar er hitalögnir í þeim velli. Það er gert ráð fyrir að þær verður nýttar til uppbytunar ásamt blásurum. Og það er þá miðað við það að hitastigið í húsinu geti verið á svona bilinu 10 til 15 gráður. Miðað við og kostnaðaráætlunin miðað við það. Og það er þá til þess að geta verið í knattspyrnu, allt knattspyrnu og líka að það sé að vera í húsinu og horfa á það sem þar fyrir fram án þess að krókna úr kulda og svo líka þá miðað við það hitastig sem æskilegt talið er að við frjálsar íþróttir þó að það sé svo sem alveg rétt að það eins og hérna hefur komið fram að það er ekki fullbúin frjálsíðust aðstæði í þessu húsi en þó hægt að nýta það undir ákveðnar æfingar hvað það varðar. Nú síðan er líka gert ráð fyrir því að það hefur ekki komið illa fram að það sé hægt að bæta við áhorfendastæðum í húsið með pöllum sem myndi þá koma upp við hlið hlaupabrautarinnar og þá renna út á hlaupabrautina þegar þeir eru í notkunin. Kostnaðaráætlun miðar ekki við það er eitthvað sem þyrfti þá bæta við síðar eða taka á grunnum. En það er allavega að hönnunin gerir ráð fyrir því að það sé hægt að bæta því við ef og þegar
ákvarðun er tekin slíkt. Síðan varðandi sko, þessa forgangsröðun og forgangsraðanir varðandi íþróttamæðurkinn, ég held að sé mjög mikilvægt að við hlustum á það sem að fram kemur frá íþróttafélaginu í hverju sinni og það verður bara að viðurkennast og það er kannski eðli máls að það er ekkert endilega alltaf það sama. Það breytist og ég held að það verði líka að fá að gera það. Við verðum að fá að meta aðstæður hverju sinni, hvar skófinn kreppir, hvernig bæjarfélagið er að þróast. Það var hér fyrir nokkrum árum búið að taka ákvörðun það að reisa svokallaða millibyggingu eða frambyggingu við íþróttamiðstöðina Varmá þar sem átti að hýsa félagsaðstöðu og fleiri búningsklefa. Það var á þeim tíma það sem að félagið sett í forgang, fyrsta forgang. Þá breytti félagið líka forgangsröðun í kjölfar þess, óskaði frekar eftir því að stað þeirra byggingar yrði reist húsið við Fimmleikana. Á það var hlustað. Það kom sérstakt erindi frá Afturelding þar að lútandi. Ég get alveg fullvisað það, Ólafur, að því ég sé að þú ert eitthvað efins á svipinn. Nei, ég var bara að rifja þetta. Aha, það kom erindi það frá Afturelding á sínum tíma. Það var reist Fimmleikahús og reyndar líka byggt yfir bardaíþróttir tvær sem að taekwondo og karate, sikkur bardagasalurinn og í þeirri framkvæmd og svo er það þá þetta varðandi knattspyrnuna og ég er bara að segja það aftur og ég er algjörlega sammála Afturelding með það að þessi forgangsröðun varðandi knattspyrnuna og uppbygginguna á þessu knatthúsi eða fjölnota íþrótthúsi eða hvað við viljum kalla það er skynnsöm og skynsamari heldur en að gera það eins og upphaflega var lagt til að byggja þetta í einkaframkvæmd, það er að segja yfir gervigrasvöllinn með því að þá eru afnot sveitarfélagsins á húsinu takmörkuð. Það var það miðað við að sveitarfélagi hefði kannski 40% tíman í húsinu og aðrir tímar þá leigður út til annarra en íþróttafélagi hér í bænum. Og þess utan sem að þá hefði líka vantað fermetra. Þannig að endurtek það, ég held að þetta sé skynnsam ákvörðun, ég held að þetta sé gott skref sem að mun breyta mjög allir í aðstöðu sérstaklega knattspyrnumanna og knattspyrnufólks á Varmá. Já, ég hef nú sett hérna sjálfa mig á mælbandsró. Já, óskaði eftir því, hendist með það. Fylgja áskonum. Já, það eru nú aðri bæjarfulltrúar hann farið ágætlega yfir málið. Þetta er náttúrulega stórt og mikið mál og stórt og mikið hús sem minnkaði svolítið á þessari vegferð. Langar leiðir þetta fyrst sem kom fram í máli bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar. Hann átti að skilja á máli hennar að hennar framboð hafi lofað íþróttahúsi, eða fjölnota íþróttahúsi. Þannig var það nú ekki, minnst og kosti við talið fyrir það framboð sem ég leiddi. Það var hins, við tölum við okkar stefnu að lofa að skoða það og það er aldrei mikið munur á að lofa að byggja og lofa að skoða. Stór munur á því að lofa að byggja fjölnota íþróttahús í stefnuskrá fyrir kosningar, það væri stór óútfylltur tékki. Svo var þetta skoðað og það var þessi vinna sem við hér eru rakin, það var myndaði starfshópur og bæjarráð fékk svona reglulega bundið fréttir af því. Og það er búið að rekja það alveg hérna hugmyndina einkaframkvæmd og sem hefði efasemdur stórt og mikil framkvæmd og ýmis spurningamerki þar. Afturelding hefur alltaf svona dregið vagnin getum við sagt þó að bærin sé náttúrulega framkvæmda aðilinn eðlilega og það kemur sem sagt vilji Aftureldingar og það aðalstjórnar eins og við þekkjum öll og svo ég bara tjáum mig það sem að liggur hér á borðinu og rúmlega það er þetta hús að verði byggt yfir gamla völlin í löglegri stærð samkvæmt nýrri reglugerð og ég tel það vera bara mjög góða lendingu. Það verður svona hlaupabrautir þarna, það hefðu mátt vera. Það er bara ekki rými fyrir stærri, er meiri frjálsýtt að
aðstöðu. Þannig að knatthús er kannski réttara orðið, ég get alveg sagt það. Þetta er knattspyrnuhús hérna, og þannig er það víðum land, all land, þar sem svona hús eru reist. Knattspyrnan er þar í forgangi, þó sé hægt að iðka aðrar íþróttir. Og það hefði líka verið í hinu stóra húsi sem var ekki að veruleika. Þar hefði knattspyrnan haft mesta rýmið. Þannig að ég hérna bara er ánægð með þessa lendingu eins og hún lítur út núna og hérna verður íþróttum hérna til framdráttar í bæjarfélaginu. Já, það er hérna 2 á mælendaskrá ennþá og það er Hafsteinn Pálsson næstur. Forseti, það er ómögulegt að koma ekki upp þegar að þetta mál er á dagskrá. Fyrsti formaður knattspyrnudeildar, sem dæmi. En hérna liggur fyrir hverjar óskir afturöldingar eru í þessu sambandi og á þeim grunni þá styð ég þetta. Mér finnst það að vera grundvallaratriði í málinu að þetta eru þær óskir sem að koma frá félaginu. Nú varðandi það hverju var lofað fyrir síðustu kosningar, þá rekum við nú ekki minni til þess að við höfum lofað því sem að var hent upp á okkur hér áðan, en þannig að ég allavega man ekki til þess. Ég held að það hafi verið orðað eitthvað á þá leið að skoða það mál. Við lofuðum að fylgja eftir niðurstöðu starfshóps sem við kemur, þannig var það orðað. Og svo í millitíðinni þá koma fram breyttar óskir hjá félaginu og því er þessi áherslubreyting og áhersla á það hvað gera skuli. En nú varðandi svo íþróttaaðstöðuna í heild sinni á Varmá, þá er náttúrulega alveg ljóst að Varmárvöllur með hlaupabrautunum í kring er frjálsíþróttavöllur og ég á svolítið erfitt að sjá það fyrir mér að frjálsíþróttavöllur sé með gervigrassi. Það þarf eitthvað að útskýra það svona hressilega fyrir mér hvernig það á að geta gengið fyrir sig og þannig að meðan að það er ekki skilningur á því allavega hjá mér, þá er ég ekki á því að það er að koma gervigrass á þann völl. Við erum með þessa aðstöðu í dag og mér finnst það vera mjög sérkennilegt að vera með völl með hlaupabrautum og stökkaðstöðu og kastaðstöðu og ætla svo að setja gervigrass á þá aðstöðu. Það er svona einhvern veginn gengur ekki upp í mínum huga. En síðan það hvort að í einhverju framtíð og hvað er langt í það að það komi fullvaxið hús í bæjarfélagið. Það er náttúrulega margt sem kemur þá til. Það er náttúrulega hvað stækka bæjarfélagið hratt og hvað eflist félagið mikið og starfið. Og þá er kannski hefur það áhrif hvað það er mikið ákall til þess. En þannig að ég held að það er svona ákveðið skipulagsmál að finna út úr því hver væri þá staðsetning og ég hef nú oft í gamli og kannski svolítið alvöru sagt að það væri ein leið væri að taka grúsina úr Varmárhólnum og koma húsi eða velli og húsi fyrir ofan í honum, þannig að það kæmi bara þak á hólinn og það væri hólaðar innan og þar væri völlur inni. Takk fyrir. Geta verkfræðingur að segja þetta. Samson Bjarnar Harðarsson, gjörðu svo vel, þú næstur. Selja grús. Sérðu, varst þú búinn að biðja orðið? Jú. Já, þú ert svo Forseti. næstalt. Ég langaði aðeins að leggja orðið belg. Ég tek það fram að ég er ekki íþróttamaður og lít reynda svo á að við þurfum
þurfum alltaf að muna eftir því að muna eftir lýðheilsusjónarmiðum þegar við ræðum íþróttir. Auðvitað það svona tvenns konar pólitík, annars vegar að tala um keppnisíþróttir og stefna því að við eignumst góð lið og svoleiðis, og það getur verið mjög gott til þess að efla liðsanda sveitarfélagsins, en við megum ekki gleyma heldur að bæta alla aðstöðu til útivista og íþrótta og þess vegna alltaf varasamt að hefja kannski eina íþrótt of mikið upp á, og þá gjarnan á kostnað annarra. En varðandi knatthúsið þarna við Varmá, þá tel ég það í raun og veru mjög skynsamlega lausn að byggja knatthús þarna og láta það samt sem áður uppfylla ákveðin lágmarksskilyrði. Ég vil horfa svolítið meira út frá skipulagsmálum, og eins og Bryndís minntist á áðan, þá tölum við þetta í skipulagsnefnd og ég get að mörgu leyti verið sammála því að Varmárvöllur er mjög fallegur, en það er vissilega mikið af byggingum þarna og svoleiðis, og enn ein bygging í viðbót er kannski ekki til endilega fegurð að auka, fyrir þetta eftir hvernig hún er byggð. En ég myndi halda það að við hefum bara kalla þetta knatthús, ekki fjölnotahús, ekki gefa í skyn að þetta sé eitthvað annað en það er, og kannski að sulta svolítið hugmyndirnar fjölnota íþróttahús þanga til að við sjáum kannski örlítið meira inn í framtíðina, vegna þess að ég myndi halda það að ef að við byggjum upp vonandi nýtt og glæsilegt hverfi í Blikastaðalandinu, sem að ef allt gengur eftir, að borgarlínan gangi þar í gegn, að þá þarf það að vera þéttbýlt hverfi, og þá er eðlilegt að það sé byggður skóli og jafnvel íþróttamiðstöð þar. En þetta er langt inn í framtíðinni, og að þó svo að það séu hugmyndir það að það sé hægt að koma fjölnota íþróttahúsi, nú er þetta svolítið svona mín skoðun, og ég held að þetta sé frekar þverpólitískt mál, að þá held ég að það geti verið ansi mikið mál að koma því svo vel sé þarna fyrir á Varmabökkum, þó svo ég hafi heyrt hugmyndur að hafa það handa við ána og eitthvað svo leiðis. En svo er eitt sem ég vil nefna að því að ég er ekki innfæddur Mosfellingur, og eftir að ég varð fullorðinn að þá myndi ég helst eftir Mosfellsbæ í tengslum við það að ég kom gjarnan á sýningar hjá Sumarhúsinu og Garðinum sem voru haldið þarna niðri á Varmárvelli, og mér þótti þetta mörguleyti skemmtilegt svona sýningarsvæði. Þetta snerti mitt helsta áhugamál sem er garðyrkjan, og þarna var sýning sem sneri að því, og mér fannst einhvern veginn Mosfellsbær vera frábær í því samhengi, og þess vegna held ég að sé mjög gott að hugleiða alltaf það þegar við erum í svona framkvæmdum, að við hugsum fjölnot á viðkomandi byggingu og viðkomandi svæðum. Það er að segja fjölnot þá út frá því að þarna getur kannski verið aðstæða fyrir sýningar eða hvað það er. Og með þeim hætti styrkt Mosfellsbæ út frá þeirri ímynd sem við viljum sjá hann vera í, sem í huga flestar á að vera svolítið græn. Þannig að þetta var það sem ég vildi leggja til málana. Takk. Sigrún, Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Mér langar aðeins að svara Björk aðeins og Hafsteini. Það er þannig að eina framboði sem var með afdráttarlausa afstöðu fyrir kosningar í þessu máli varðandi það að byggja þetta fjölnota íþróttahús var að sveitarfélagið hefði ekki efni á þessu stóra húsi, og það var einn svona að knýja fram afstöðu, líka bara einfaldlega á grundvelli þess að skýrslan frá hópnum, hún lá fyrir 7. apríl 2014, já hún er allavega með fylgigögnum inn á fundargáttinni undir
fundarboði, sem sagt íþrótta- og tómstundanefndar. Það sem að segir að þetta kosti rúman milljarð að byggja svona hús. Þannig að sko það að vera ennþá með þetta í skoðun og ætla, já, og svo framvegis það er ekki, já, það er í minnsta lagi svolítið villandi. Já, Rúnar Bragi, þú næstur, kjörfjöld. Forseti, já, þakka ykkur kærlega fyrir öll sem eitt. Þetta er búið að vera frábær umræða og gaman að hafa allir skoðun á þessu máli. Ég langar bara að ítreka það sem að Íþrótta- og tómstundanefnd bókaði undir þessum lið að þeir lýsa yfir ánægju sinni með þessa tillögu, að þetta skuli fara þessa leið sem að farið er. Teka undir það með Óla að það var gott að hafa fulltrúa frá aðalstjórn á þessu fundi og fá að heyra hjá þeim og þau eru mjög sátt við það að fá þetta hús. Ég er ekkert endilega viss um það að þetta sé það síðasta sem við heyrum frá aðalstjórn varðandi einhverja byggingar eða aðstöðumál, þannig að við komum sennilegast oft hérna upp á næstunni eða næstu árum til þess að ræða einhverjar framkvæmdir fyrir Aftureldingu eða einhver önnur félög. Þannig að en gott og vel að það er íþróttahús vonandi á leiðinni og það bætir aðstöðuna, það mun færa væntanlega einhverja út úr hinu húsinu eða sem sagt íþróttahúsinu út á þennan völl og væntanlega auka aðstöðu fyrir aðra sem eru hjá Aftureldingu. En allavega þá segi ég fagna því að þetta sé í gangi og að þetta sé skynnsöm leið. Já, Sigrún, byrju, nú er þú Já, ég þarf tekið aðeins til að þess leiðrétta. Viltu bera þér ámæli, Já. eins og það heitir? Já, einmitt. Það verður að, skal ég gefa þér orðið og þá það að bera þér ámæli. Já, mér langar að bera mér ámæli vegna þess sem ég sagði sjálf og það er þannig að mér missýndist. Þetta var hann, Jóhannes, hann óskaði eftir því að fá að sjá eitthvað störf þessa starfshóps í apríl 2016, ekki 2014. Og ég bara biðst velvirðingar. Þetta var svona leiðurrétting. Jæja, gott og vel. Fleiri hafa nú ekki Komið bóku bara svona. Þú kom bókun, já. Ertu tilbúin með hana? Nei, viltu ég lesa hana? Já, það er ekki fleiri sem að vilja þetta mál. Ekki nema kannski í ljósi bókunar. Já, það sé þau. Við skulum, ég gef Ólafi orðið að hann að lesa upp bókun á S-lista. Þessu upp, sko, í raun og veru eru bókun, við erum að árétta kannski okkar afstöðu til málsins. Við taka það skýrt fram að svo ekki fara að við erum hlynnt þessari framkvæmd. Við viljum endilega að þetta verði gert og við erum mjög ánægð með þær endurbætur sem hafa verið gerðar á verkefninu. Ég er líka sammála því sem að formaður Íþrótta- og tómstundanefndar sagði hér áðan að þetta verður örugglega ekki síðasta skipti sem við fjöllum mannvirki, íþróttamannvirki hér. Sem betur fer. En sem sagt bókun fulltrúa Samfylkingar hljóðar svo. Það gleðilega við þetta verkefni er að það uppfyllir væntanlega lágmarkskröfur Aftureldingar til bættar aðstöðu. Verkefni snýst að koma upp skjóli fyrir okkar yngstu knattspyrnuiðkendur fyrir veðri og vindum og forða þeim út þeirri óboðlegu aðstöðu sem þau búa við núna, sem er að æfa utandyra í hvaða veðri sem er yfir veturinn. Óskir Aftureldingar fyrir 4 árum vorum fullbúið fjölnota íþróttahús í fullri stærð sem reiknaði með að kosta 1200 milljónir í dag. Það að byggja lítið stálgerðarhús yfir hálfan fótboltavöll klætt með dúk og setja í það 300 milljónir er ekki svar við þeim óskum. Með þessu er einungis verið að bregðast við því neyðarástandi sem nú hefur ríkt nokkuð skeið og fresta því óhjákvæmilega enn frekar að reist verði alvöru fjölnota íþróttahús. Og
mér langar kannski aðeins að bæta við bara, og ég er ekki að bera mér ámæli beint, en ég bara til þess að því að hér var spurt stefnu fyrir kosningar, að þá var mjög skýrt hjá okkur að stefnan okkar í Samfylkingu var svo að byggja sem allra fyrst fjölnota íþróttahús. Það náttúrulega auðvitað háð þeim afmörkunum sem eru hvort að það við eigum fyrir því og hvenær við eigum fyrir því. Minn skilningur að sá við gerðum það náttúrulega þegar við gætum það. Takk. Já, það hefur verið beðið fundarhlé. Má ég taka til máls á undan? Já, það er... Ég ætlaði að enda mitt mál fórseti á því að óska eftir fundarhlé. Já. Ég vil bara segja það alveg eins og að mér finnst andinn í þessari bókun ekki vera sá andi sem hér var fluttur hér við þetta borð. Og ég gæti ekki betur skilið en svo að menn væri sammála þessa framkvæmd. Það getur vel verið að það megi lesa það einhvern veginn út af þessari bókun. En mér finnst hún svolítið vera þess eðlis að það fer að styttast til kosningar. Og ég held að í ljósi þess óski ég eftir fundarhléi og við þurfum einhvern veginn að fá að koma okkar sjónarmiðum á framfæri. Því að mér finnst sjónarmið svona málsins ekki mjög skýr í þessari bókun og ekki svona hallaðins á málsmeðferðina í því. Ég verð bara að segja það alveg eins og það. Við gerum núna fundarhlé. Óli, eftir til ég að senda mér bókuna. Já, og við hefjum þá funda 9 og Ólafur Ingi Óskarsson, gjör svo vel. Forseti, að athuguðu máli þá höfum við bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar ákveðið að fá að breyta þeirri bókun sem ég las hér upp fyrir fundarhlé og þá myndi hún hljóða á þennan hátt. Það gleðilega við þetta verkefni er að það uppfylli núverandi kröfur afturheldingar til bættrar aðstöðu. Verkefni snýst að koma upp skjóli fyrir knattspyrnuiðkendur fyrir veðri og vindum. Óskir afturheldingar fyrir 4 árum voru fullbúið fjölnota íþróttahús í fullri stærð sem reiknaði með að kosta 1200 milljónir í dag. Það að byggja lítið stálgreitahús yfir hálfan fótboltavöll er ekki svar við þeim óskum. Með þessu er verið að bregðast við því að ástandi sem nú hefur ríkt nokkuð skeið og fresta því að reist verði fullbúið fjölnota íþróttahús. Takk. Já. Bryndís Haraldsdóttir, gjör svo vel. Já, forseti, við óskum eftir því að bregðast við með eftirfarandi bókun. Það er ánægjulegt að samstæða ríkir í bæjarstjórn byggingu fjölnota íþróttahús, knatthús að Varmá. Umrætt verkefni er í samræmi við vilja og óskir afturheldingar og samþykkta forgangsröðun þar en þar kemur fram að brýnasta verkefni er að byggt verði yfir eldri gervigrasvöll á staðnum. Endurnýjað verði gervigrasi á stærri gervigrasvellinum ásamt því að búningsaðstaða verði bætt. Við þessum óskum hefur verið orðið. Þessar framkvæmdir verða mikil lyftistöng fyrir íþróttastarf afturheldingar, einkum knattspyrnuiðkun og munu gera aðstöðuna enn betri í ört stækkandi bæjarfélagi. Já, nú fleiri hafa ekki hvað sem hljóðs þetta mál, við vorum að ræða það og líkur hér með bókunum. Orðið er ennþá laust önnur mál, það voru bara 3 mál á þessu fundi. Við erum sem talað fund nr. 215 í íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar. Það var frestað 3. Já. Nú enginn kveður sér hljóðs þessa fundagerð að öðru leyti og þá er umræðum lokið. Og þeir sem að samþykkja þessa fundagerð eins og einstök mál bera með sér er Benni Réttu Hönd, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá er komið að skipulagsnefnd. Skipulagsnefnd Mosfellsbæjar hélt fund 10. nóvember síðastliðinn, það var fundur nr. 448 og ekki voru laust Bryndís Haraldsdóttir, þú beðum orðið ekki svo vel, og Samson í hann. Já, forseti, ég kem hér upp undir lið nr. 2 í þessari fundagerð sem ber heitið Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, Álfsnesvík. Og þetta er sem sagt lýsing á skipulagsbreytingu, aðalskipulagsbreytingu og svo deiliskipulagi sem að Reykjavíkurborg hyggst fara í á Álfsnesi, þó nesinu fjær byggði í Mosfellsbæ.
þar sem að uppi eru hugmyndir að byggja upp aðstöðu fyrir björgun. Og mér langaði bara að vekja sérstaklega athygli á þessu því þetta þetta mál sem skiptir okkur töluverðu máli og það fór svona ákveðin hrollur okkur hér þegar við heyrðum fréttir af því að þetta byggja upp þessa aðstöðu í Gunnunesi og þá sáum við að það væri fyrir okkur að það væri mjög áberandi hér frá Mosfellsbæ. En sem sagt þetta verkefni á þeim stað að þetta ekki aðalskipulagsbreyting, þetta lýsing sem þá fyrsta stig af slíku verkefni. Og ef ég mætti með leyfi forseta bara aðeins lesa bókun nefndarinnar, skipulagsnefndar, að við gerum sko í rauninni ekki athugasemd við erindi sem slíkt, heldur en bendum þó á og leggjum áherslu á að vanda verði til verka við alla útfærslu verkefnisins. Stærsta útivistarsvæði Mosfellsbæjar og eitt fjölskrúðasta fuglasvæði á höfuðborgarsvæðinu við Leirvoginn sem í næsta nágrenni við fyrirhugað framkvæmd í Álfsnesi. Og það sem sagt hægt að nálgast lýsinguna þarna inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar og þið sjáið í fylgigögnunum sem sagt link á þá skýrslu eða á þá vinnu. Og mig langar að vekja þá sko sérstaklega athygli á blaðsíðu 4. Það málsgrein með leyfi forseta sem hljóðar svo. Eyjarnar eru lágar og grónar og í næsta nágrenni við þéttbýli með varpstöðvum allmargra fuglategunda eins og segir í náttúruminjaskrá. Sýnileiki svæðisins mestur frá svæðinu sjálfu og af sjó, en landslag og fjarlægðir draga úr sjónrænum áhrifum frá íbúahverfum í Mosfellsbæ og Reykjavík. Vinna má með sjónræn áhrif á landi, en erfiðara að gera slíkt sjávarmegin. Lítið að svæðið sé nýtt til útivistar, en gert ráð fyrir gönguleiðum eftir ströndinni í aðalskipulagi. Svæðið lítið raskað utan þeirra minja sem eru eftir búskap og útræði. Svæðið við ströndinni ávallt og rís landið upp í átt að Glóruholti til austurs í áttina að Mosfellsbæ. Þannig að með þessari lýsingu þá finnst mér það svona benda til þess að þetta ætti nú að vera í ágætiskvarfi frá okkar helsta útivistarsvæði og íbúabyggð í Mosfellsbæ en full ástæða þess að við bara fylgjumst vel með þessu verkefni og mér langar líka að benda á það því að í fyrstu þá hélt ég og ég held reyndar líka að fulltrúar Reykjavíkurborgar hafi haldið að þetta myndi kalla á breytingu á svæðisskipulagi því þetta utan byggðamarkarlínunar en svo ekki því að þetta skilgreint sem efnisvinnslusvæði og þá vinnslusvæði fyrir ómenguð jarðefni, landfyllingar og höfn og þannig komast þeir hjá því, ef svo má orði komast, að gera breytingu á svæðisskipulagi. Því að námur og efnisvinnslusvæði eru ekki innan byggðalínunar. Klókt. En breytir kannski ekkert stórkostlega miklu sko fyrir utan það auðvitað að ef þetta væri breyting á svæðisskipulagi þá ætti hvert og eitt sveitarfélag sko í rauninni neitunarrétt á breytinguna. Og við erum nú að glíma við það að gera breytingu á svæðisskipulagi upp við Suðurlandsveg og ég viðurkenni það líka mín fyrstu viðbrögð þegar það var lagt undir mig að þá vorum við að hugsa fyrir gagnaver að þá hugsa ég að það þarf örugglega ekki að vera inn á byggðamarkalínu því það ekki bara svona svipað og sko einhvers konar veituframkvæmdir og eitthvað þess háttar. Og það til dæmis svona háspennu mannvirki og slíkt eru ekki innan byggðalínu. Og mér finnst þetta færa kannski ágætt rök fyrir þeirri hugsun þó að það sé búið að dæma hana, hún eigi ekki við í tilfellinu varðandi gagnaver, að þegar við vorum að ræða byggðamarkalínuna í svæðisskipulagi þá vorum við þetta fyrst og fremst að ræða íbúabyggð og þá atvinnustarfsemi sem að við viljum að sé hluta íbúabyggðinu og sé á sama svæði, en ekki beint starfsemi sem að í rauninni við viljum ýta frá íbúabyggðinni. En þetta var nú kannski bara smá útúrdúr frá lýsingunni sjálfri en mér er samt ástæða til þess að vekja athygli á þessu því að ég held að fólk hafi almennt talið það í fyrstu að þetta breyting á svæðisskipulagi. En í þessari ágættu lýsingu þá farið yfir það að það náttúrulega búið að vinna þetta vel og lengi, eða allavega lengi af Reykjavíkurborg og örugglega vel líka, lengt að draga úr því. En það búið að skoða sem sagt 6 mismunandi svæði og þið sjáu það í þessi skýrslu þar sem verið að leggja mat á það og þetta sem sagt niðurstaðan og ég meina, við viljum aldrei fá eitthvað í námunda við okkur endilega starfsemi sem almennt verið að ýta út úr Reykjavík eða út úr þéttbýli. En svona flest bendir til þess að þetta ætti nú að vera í góðu hvarfi frá okkur og ég held að við verðum bara að
treysta því að svo sé eins og standi hér en þó vera á vaktinni þegar aðalskipulagsbreytingin kemur fram og fara fram á að fá svona góðar teikningar og myndir af ásýnd svæðisins frá okkar helsta útivistarsvæði og íbúasvæði. Já, Samson, þetta mál. Já, forseti, ég kem upp undir sama máli. Mér langar kannski að benda hérna á atriði sem tengjast náttúruvernd og fuglavernd eins og við bendum á í bókun skipulagsnefndar þar sem við ítrekuðum að þetta væri mikilvægt útivistarsvæði og mikilvægt náttúrusvæði, sérstaklega fyrir fugla. Það er kannski eitt sem að ég fór að hugsa eftir á, að þarna er verið að dæla sand á land og hvort að það komi nógu skýrt fram í þessum gögnum að það eigi að verjast sandfoki frá svæðinu. Því að það er kannski eitt af því sem að gæti ógnað bæði auðvitað eyjan og þarna fyrir utan sem var svo sem tilheyra Reykjavík, en sandurinn gæti líka borist auðvitað inn í Leirvoginn og gæti haft þannig áhrif bæði á þessar lágu eyjar sem eru þarna fyrir utan og svo á voginn okkar og að við þurfum, hvort að við þyrftum að ítreka það einhvern veginn. Ef einhver veit betur akkurat þetta mál þá væri ágætt að heyra það en allavega ég held að við þurfum að skoða þetta, að það þurfa að skoða þetta mál sérstaklega. Já. Sigrún, þú ert næsta mældarfræði. Gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir sama máli, aðalskipulagsbreyting í Álfsnesi eða á Álfsnesi, ég veit ekki hvort maður á að segja. Álfsnesvík, kallaði þetta. Já, allavega er það nú þannig að bæjarstjórnin, allavega hluta bæjarstjórn, fór hérna í göngutúr með fulltrúum Reykjavíkurborgar fyrr í haust og við skoðum þetta svæði. Mosfellingar hafa miklar áhyggjur af starfseminni þarna af því að þetta er ekki með hugguleg starfsemi sem þarna er stunduð, annars vegar náttúrulega sorpa og hins vegar björgun og reyndar er ekki ólíklegt að það flytjist fleiri fyrirtæki með svona vafasama starfsemi inn á þetta svæði í framtíðinni eða það er ekki hægt að segja vafasama starfsemi, þetta er svona starfsemi sem að getur valdið umhverfinu óþægindum og íbúum þar. Þetta er þetta nauðsynleg starfsemi. En allavega, sem sagt, við fórum í göngutúr hérna og við klofum þarna yfir eitthvað rosalegasta þúfnalandslag sem að ég hef gengið í gegnum. Ég bara taldi mig hólpna að komast lifandi gegnum þær þúfur allar og fleiri þarna, Anna Sigríður og þetta var ekki auðvelt. En allavega ég get fullvissað ykkur að þetta sést ekki frá Mosfellsbæ. Þetta er hinum megin við og þetta er í rauninni mjög nálægt bænum Álfsnesi. Þessi starfsemi hún verður svona í flútti við þar sem að ný gasgerðarstöð á að rísa á þessu svæði. En svo eru uppi svona skrýtnar hugmyndir verður að segja, en það er gert ráð fyrir að Sundabrautin liggi þarna akkurat á þessu svæði, Spölkhólm frá þessu svæði og þarna er til dæmis rétt við þann stað þar sem að leggja á veginn í gegn, þar er verið að urða. Þar er urðunarstaðurinn á þessu svæði og mann er svona, já þetta vekur svona ákveðna spurningar hversu geðslegt það verður að aka þarna í gegn. En allavega sem sagt, þetta er í hvarfi frá Mosfellsbæ og í rauninni eins og með það sem að við vorum að tala
fyrr með strætó, þá finnst mér alveg ástæða til að það sé samin lítil frétt þetta og íbúar látnir vita hvað meðal annars kom út úr þessari heimsókn sem við fórum í þarna á þetta svæði. Af því að þetta eitt af svona umræðuefnunum á samskiptamiðlunum. Þegar að þessi frétt fór í loftið að Björgun ætti að flytjast þarna upp yfir. Það alltaf gott að hafa einhverja góðar heimildir að vitna í þegar að verið að spjalla. Já, Hafsteinn, gjör svo vel. Það var ég. Já. Þetta er Hafsteinn. Forseti, áður var gert ráð fyrir að þessi starfsemi yrði á norðanverðu Álfsnesi og ég minnist þess að hafa hlustað á margar ræður það hvað það væri búið að vinna mikla rannsóknarvinnu það að þetta væri heppileg staðsetning út af aðdýpi og hafnaraðstæðu og það væri gott að gera þar höfn eða samt viðlegukant og þannig að mér finnst það vera athyglisvert núna að það er að færa þetta til og setja þetta þarna við Þerneyjasundið og það sem að ég tel að við þurfum að halda vöku okkar sérstaklega vel þarna. Það vill svo til að starfsleyfi til urðunar nú bara til árs í viðbót ef ég man rétt, það ekki bara fram á október 2018. Ég veit að margir hafa væntingar að fá heimild til þess að framlengja þessu starfsleyfi allavega 2 ári viðbót en það finnst mér vera nú ætti alls ekki að vera lengur en það eins og við höfum margoft komið að hér við þetta borð hér en það sem að ég óttast að við séum ekkert að tala bara að koma fyrir starfsemi björgunar. Við erum að koma, væntanlega eru fleiri fyrirtæki sem að þurfa á því efni sem að björgun með og að selja og þeirri efnisvinnslu sem að þeir eru með og efnisöflun að fyrirtæki sem að nýta það efni að næsta skrefi væri að þau yrðu staðsett þar í grendinni eða við hliðina og það þætti mér ekki ólíklegt þannig að ég svona hallast að því að þetta sé eitthvað sem við getum kallað fyrsta vers og svo kemur annað og það alveg eins og svo framvegis þannig að við þurfum að halda vel vök okkar og fá skilning á því sem að þarna verið að stilla upp hvort að það sjáist frá Mosfellsbæ ef að það eru þarna miklu efnishaugar og það fín efni og sem að í þeim haugum og vindáttin rétt þá berst úr þeim alveg með ekki síður heldur en lykt og við sjáum bara hérna í norðaustanáttinni þegar að ef við keyrum hérna upp yfir á fallegum vetrardögum þá sjáum við hvað berst úr eyðimörkinni hérna sem að og fólk dásama nú svo mikið að eiga svona stóra eyðimörk, það þykir mjög flott í sumum kretsum allavega og ég undrast alltaf jafn mikið en þá sést bara strókurinn sem að koma ofan úr eyðimörkinni og hinga niður í byggðina og það eitthvað sem að fer þá úr þessum efnishaugum ef að þeir eru á þessu staðsettir þarna og þá þarf að skoða vel vindrósir og hvert þetta efni getur borist en kannski væri eðlilegast að það væri þá setti dúkar yfir þetta og haft í einhvers konar þróm eða hvernig þegar efninu komið fyrir. En höldum við okkar. Haraldur, Já, forseti, þó að
landa mér í þessa umræðum þessa hugmyndabreytingu á aðalskipulagi Reykjavíkurborgar í Álfsnesvík eins og það er kallað. Ég vil nú segja það alveg eins og ég hafi ekki áttaði mig á því að þessar upplýsingar sem að formaður skipulagsnefndar var að koma hérna með að hugsanlega væri þetta þyrfti ekki að breyta svæðisskipulagi hvað þetta varðar. Ég var nú eiginlega nánast öruggur það að svo væri. Þar sem þetta væri utan byggðamarkalínu, en ég hafði nú ekki hugmyndaflugu það að starfsemi sem þessi væri undanskilin í því, og það er greinilega ekki sama hvort að Jón eða séra Jón sko, í þessum málum. Það það þurfi að breyta byggðamarkalínu út af gagnaveri eða slíkri starfsemi eða grænum orkufrekum iðnaði eins og við höfum skilgreint þetta svæði sem augljóslega þarf að vera eins fjarri byggð og undir en þó í einhverju nánd við hana þannig að það sé að komast sé ekki langar vegalengdir að fara það skil ég ekki og ég held að við þurfum nú aðeins að láta skoða þetta nánar og hvort að það ferli sem að Reykjavíkurborg gatt okkur út í varðandi breytingur á byggðamarkalínu út af grænum orkufrekum iðnaði sé kannski bara tóm vitleysa. Ég held að við þurfum nú að velta því fyrir okkur, en minnst kosti finnst mér að það eigi að umganga svona hluti á svona sambarilegan hátt. Mér finnst það. Síðan held ég að við þurfum að vakta þetta mál vel. Það er rétt að okkur var boðið eða ekki var boðið, við óskuðum eftir því við Reykjavíkurborg að það er farin vettvangsferð á þennan stað þar sem að þessi starfsemi er fyrirhuguð eða verið að skoða möguleiku að hafa hana. Hún er sem sagt eins og hérna kom fram hjá bæjarfulltrúi íbúahreyfingar norðanmegin og nesinu við Álfsnesbæinn og okkur sýndist nú að það yrði ekki tiltakanlega mikil sjónmengun af því frá Mosfellsbæ. Það er hins vegar afstætt, það kann einhverjum að finnast það og ég held að sko, við getum kannski ekki fullyrt það fyrir en að við erum þá búin að fá tilskilin gögn það því við ræddum reyndar í þessari heimsókn eða vettvangsferð að það kæmu einhvers konar afstöðumyndir, þversnið og frá einmitt okkar útihúsasvæði við Leiruvoginn og neðsta íbúðahverfinu í Höfðahverfi til að mynda. Þannig ég var hann kannski við að við förum að vera með einhverja lýsingar á því þessari ferð inn á okkar heimasíðu og okkar persónulegu skoðunum á því hvað okkur fannst heldur frekar að birta þá gögn sem að koma og þetta sé alveg sjálfsagt að vekja athygli á þessari auglýsingu Reykjavíkurborgar það að þeir séu að fara á stað með þetta ferli bara á hlutlausan hátt og koma þeirri auglýsingu eða þessu á framfæri við bæjarbúa til dæmis með því að setja það inn á okkar Facebook síðu og okkar vef. Það sé bara mjög góð ábending með þeim hætti. En það er eitt sem ekki við þetta komið fram og ég held að við þurfum að hafa verulega í huga. Þessu fylgir óhjákvæmilega held ég, nokkuð viss það, töluvert miklir þungaflutningar. Það er að segja að þetta er eitthvað hlutfall, og hafa nú reyndar nefnt í þessari vettvangsferð, hvað þetta væri mikið stórt hlutfall af, eða svona getgátur það, hvað þetta væri stórt hlutfall af efnisvinnslu bara yfirleitt á höfuðborgarsvæðinu. Ég bara man ekki tölurnar, það var nú töluvert, það var eitthvað yfir 10% kosti, ef ég man rétt, sem þýðir þá töluverða þungaflutninga og þungaflutningar í gegnum Mosfellsbæ eru náttúrulega hlutur sem að skipta okkur máli. Meðan ekki búið að gera Sundabraut sem að hluta þessum flutningum myndi að fara, fer þetta allt saman hér í gegn. Og það er eitt af því sem við þurfum að hafa í huga og gera athugasemdir við hvað varðar breytingar á aðalskipulagi. Það er sá þáttur og að hann verði metinn, sérstaklega. Og ef að það stendur til að fara að nýta Álfsnesið og Víðinesið og hugsanlega Gunnunesið líka undir svona atvinnustarfsemi meira mæli heldur en aðalskipulag Reykjavíkur segir til nú, þá verður brýnna að mínu mati að huga að Sundabraut.
Ég hef nú sagt að mína persónulega skoðun, það sé ekki brýnasta forgangsverkefni fyrir okkur Mosfellinga. Það sé brýnna hér að gera veginn hér í gegnum bæinn þannig og garði að hann sé að komast klakklaust og hann sé hættulaus og berið þá miklu umferð sem að hann ber. Sundabraut sé ágætt en kannski ekki það sem við helst þurfum. En ef verður upp áformum að nýta þetta svæði með öðrum hætti sem að kallar á meiri umferð, sérstaklega þungaumferð, þá kann það að líta öðruvísi út fyrir Mosfellinga. Þannig að það er kannski þessi atriði sem við þurfum að hafa hans í huga í þessu máli. En auðvitað það bara þannig að við verðum alltaf líka að sætta okkur við það og átta okkur á því að landið okkar að stækka, íbúum að fjölga og þeir þurfa einhvers staðar að búa og þeir þurfa einhvers staðar að hafa vinnu og svona starfsemi líka hluti af nauðsynlegri starfsemi fyrir samfélagið. Og það þarf bara að finna því stað þar sem best og umhverfisvænast og fer best og spurning hvort að þessi staður það. Það er kannski svona sú vangavelta sem við þurfum að velta það fyrir okkur og hvort að við sjáum einhverja betri staði fyrir svona. Það er svo sem búið að ræða Sorpu og starfseminni í Álfsnesi. Urðun í Álfsnesi verður hætt í síðasta lagi 2020 samkvæmt eigendasamkomulagi eigenda Sorpu sem bæjarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu og við þurfum alltaf og höfum alltaf staðið vörð það eigendasamkomulag. Nú í gangi svona inntjafsíðar viðræður við Sorpsamlag Suðurlands framtíðar urðunarstað, vonandi skila það árangri. En þannig að ég sé svo sem ekki það að urðunin sem slík sé eitthvað vandamál hvað varðar lagningu Sundabrautar til framtíðar, því að ég held að þegar að menn leggja hana þá verður urðin lokið, en það tekur náttúrulega landið marga áratugi að jafna sig á slíku. Við vitum bara, þekkjum það úr Gufunesi, þar sem var urðunarstaður af undan Álfsnesi og það tekur tíma að gera hann nýtilega. Nú heyrðist mér að borgarstjóra á síðasta SS-fagfundi að þeir var svona velta fyrir sér að setja á þeim urðunarstað golfvöll. Það var í hugmyndir þeirra, nýjustu hugmyndir nýtingu á því svæði, en það önnur saga. Takk. Já, ég nú sett sjálfa mig inn á Mældarskál og það er búin að ræða þetta svona ágætlega, en bara svona svo við rýðum þetta upp. Hvernig þetta byrjaði, þetta kom nú örugglega Mosfellingum töluvert á óvart þegar þessi frétt fór í loftið þennan stað að Björgun sem þarf að víkja, þannig að það stað sem Björgun núna myndi flytjast og þá var nefnd Leiruvogurinn, ef ég maður rétt, og það svona fór Mosfellinga eðlilega og þetta hafði ekki verið kynnt en bara það var mjög gott að fara mjög fljótlega í þessa vettvangsferð sem hefur verið rýst hér. Það sem við Mosfellingar var embættismenn og bæjarfulltrúar mættu og síðan fulltrúar Reykvíkinga og það var svona aðalega verið að ræða þetta staðarval þar sem gengur undir nafninu Álfsnesvík sem nú töluvert mikið hana og við spurðum fjölmengunina og eftir því mjög skildist þá yrði hæsta mannvirkið þar færiband sem myndi líklega ekki sjást Mosfellsbæ. En svo náttúrulega ýmsir aðri punktar sem þarf að huga að og þeir að vera nefndu hér og það náttúrufarið náttúrulega. Fuglalífið, varpstaðir og yfir höfuð náttúran nálægð við eyjar, þetta örstutt yfir í Þerney þarna frá þessum stað, þannig að það svona ýmislegt sem þarf að huga að og ströndin yfir höfuð. Það auðvitað ljóst að þetta verður inngrip í náttúruna, það verður mikið mannvirki og aðstaða, einhver bryggjukantur og hvernig sem það verður nú útfært. Og þetta auðvitað örugglega ekki síðasta skipti sem þetta kemur inn hérna okkar borð. En kannski það sem menn sá í þessari ágætu vettvangsferð að þetta var töluvert mikið munur á að tala Leiruvog og svo Álfsnesvík. Ekki kannski kílómetrum talið en svona samt landfræðilega mikill munur. En bara í lokin, það er rétt að
taka undir það sem að Haraldur var að tala hér áðan þungaflutninga. Þetta auðvitað eitt sem Mosfellingar þurfa að huga að því þessari starfsemi fylgja þungaflutningar og þá fara menn að hugsa fyrirbæri sem oft við talað og heitir Sundabraut. Við höldum hérna áfram, það eru nokkrir á mældaskráum, 4 bæjarfulltrúar og Ólafur Ingi næstur, gjörðu svo vel. Forseti, gaman svona sýnum svolítið hvernig við erum gerð. Hér myndast landslistemming, við leggjumst hér öll á árarnar. Ég held að við séum svona með ánægilega hætti við erum hérna öll sammála ef það verja þá hagsmuni sem að skipta máli fyrir okkar íbúa. Það voru svo margir undan mér að allir kláruðust allir punktarnir, þeir eru allir komin fram sem ég ætlaði að tala um. En ég hins vegar svo við tökum það varðandi þessa vettvangsferð sem að ég því miður misti af. Hún var búin með frekar stuttum fyrirvara, ef maður rétt, og til stóð að hafa aðra fyrir þá sem ekki komast í þessa ferð. Ég enn að bíða. Ég verð alveg til í að fara en ég get líka svo ræsta neitt en ég fæ bara nokkurn veginn að vita hvað staðsetningin vegna þess að minn skilningu var sá að þetta væri norðar á nesinu. Það væri ekki þetta vestarlega. En það er kannski bara þessi mínskilning sem maður allan ég hélt á þar held ég að þetta þyrfti að skipuleggja sérstaklega og breyta svæðisskipulagi eins og bæjarfulltrúi Bryndís benti hér áðan þá snýður þetta mjög smekklega undan því skipulagi, svo ekki sem meira sagt. En ég hafði áhyggjur, það hefur hér á með talað um, ég hef áhyggjur af þessu sandbíl sem ekki hugsanlega geti staðið af þessum fjöllum við það sem að björgunin núna er að fara. Það er hérna í þessu svokölluðu Bryggjukverfi Reykjavík að það íbúa þar, þeir þekktu þetta fyrirbæri mjög vel og það er kannski líka ástæðan fyrir því, fyrir utan náttúrulega þetta er að fara undir byggð það svæði, að þessi starfsemi er að flytja þaðan. Ég hef áhyggjur líka eins og bæjarfulltrúi Bjarki talaði hér um að nágrenni við þessi friðlýstu svæði eins og Þerney sem er bara örskammt undan. Það þarf ekki mikið til í áranna rás að færast til að efni til þess að þetta verði ekki lengur eyja, heldur verði bara hluti af nesinu. Það gæti hugsanlega skeð. Þannig að þetta getur haft mjög verulegar mikil áhrif á náttúrufarið. Og ég hef svo sem verið ofta að hugsa það hvort að það væri skynsamlegt fyrir okkur hér í Mosfellsbæ að standa til dæmis friðlýsingu Leirvogsins. Það er svona, þetta er náttúrulega svæði sem er smátt og smátt að fyllast upp með framburði og ég held nú að þessi starfsemi myndi nú kannski bara flýta fyrir því. Bæjarstjóri myndist hér líka á þungaflutninga sem munu þá væntanlega fara af þessu svæði og gegnum Mosfellsbæ. Minnst að kosti meðan ekki er komið Sundabraut. Það er verulegt áhyggjuefni. Margt er nú svona sem annað komið fram hérna og ég ætla kannski ekkert að vera að orðlengja þetta meira en bara taka hér undir þá brýningu sem var hér flutt áðan að við stöndum vaktin okkar í þessu, fylgjumst mjög vel með þessu og bara pössum það að hagsmunir bæjarbúa séu til verndara náttúru, bara náttúrin fá að halda sínu og við stöndum vörðum þetta. Takk. Hafsteinn Pálsson, þessu vel. Forseti, mér láðist að nefna eitt sem að ég ætlaði að koma að í lokin áðan og það var það að mér finnst ástæða til þess að það verði farið yfir það sérstaklega hvort að þetta sé svæðisskipulagsskylt og það verði kannað áður en að við afgreiðum þetta hérðan frá okkur og ein leið til þess að gera það gæti verið svo að þetta mál fari aftur til skipulagsnefndar og þar verði farið yfir það og við fáum þá upplýsingar nánari þar sem við búum að setjast betur yfir það hvort að það svo sé eða ekki
og tökum svo afstöðu til málsins eftir að það hefur verið gert. Þannig að ég geri það tillögu minni að nefndin fái þetta aftur til umfjöllunar. Óskar eftir ég kom með það skriflega eða? Nei, ég held að það sé nóg, en það ljóst að það komið hérna frá tillaga, við skulum halda áfram með mældaskrána bara. Sigrún Þórsdóttir, þú næst, gjör svo vel. Er ég ekki næst? Nei, þú síðan, og svo Theodór. Sigrún, þú næst, gjör svo vel. Já, ágæti forseti. Mér langar nú bara að taka af allan vafa það að ég var ekki að biðja að Mosfellsbær setti hérna persónulega skoðanir og lífsreynslu hérna bæjarfulltrúa inn á netið. Heldur það sem að við fengum út úr þessari ferð, það voru alveg upplýsingarnar sem við fengum út úr þessari ferð og fullvissum það að hérna allavega eins og lagt upp með þarna sést þetta fyrirtæki, mun þetta fyrirtæki ekki sjást hérðan vegna þess að þetta liggur ofan í lítilli vík fyrir neðan bæinn Álfsnes og sem sagt sést ekki það. Sem sagt ekki okkar persónulega skoðanir heldur bara upplýsingar sem að nýtast geta fólki til að átta sig á hvar þetta er. En umræðan hérna, hún hefur verið mjög áhugaverð og við í íbúahreyfingunni við höfum líka verið að ræða saman til dæmis hvaða áhrif þetta hefur á þungaflutninga. Nú í farvatninu og reyndar alls ekki komið á hreint hvort af því verður að framlengja námaleyfi hérna upp frá upp í Selholti, heitir ekki Selholt? Seljadalur. Seljadalur. Í Seljadal. Og það er náttúrulega Björgun sem að hefur, það er malbyggunarstöðin sem að hefur verið með það og það er ekkit ólíklegt að malbyggunarstöðin fari eitthvað við þetta frá Reykjavík líka. Þannig að sko ef að námavinnslu verður haldið áfram þarna upp í, hvað segirðu, Seljadalsnámu, þá hérna hvar verður keyrt? Hvert verður keyrt með hérna, verður farið í gegnum Reykjahverfið með hérna þungaflutninga. Við þurfum allavega mjög svo að hugsa hvernig þessum þungaflutningum verður háttað og hversu mikið af þungaflutningum við megum gera ráð fyrir í framtíðinni. Síðan er bara, hann talaði það fulltrúi íbúahreyfingarinnar í skipulagsnefnd að það væri bara mikilvægt að gera heildarskipulag þarna á þessum stað og gera grein fyrir framtíðar landnotkun á þessu svæði. Þarna við Leiruvoginn mjög dýrmætt alþjóðlegt fuglaverndarsvæði og eins og þið væntanlega vitið eru leirur þau búsvæði hérna fugla sem eru hérna mikilvægastar fyrir fæðuöflun og svo framvegis og við þurfum að passa upp á þetta. Já. Bryndís, þú ert hér næsta mældarskrá, gjörðu svo vel. Já, forseti, það hefur skapast mikil og góð umræða þetta mál sem að svo sannarlega er mikilvægt fyrir okkur Mosfellinga og eins og ég kom inn á hér áðan að þá, samkvæmt þessari lýsingu, þá gerir Reykjavíkurborg ekki ráð fyrir því að þetta kalli á breytingu á svæðisskipulaginu. Eins og ég hafði sjálf gert ráð fyrir og ég veit að bæjarstjóri eins og hann upplýsti það og ég held að borgarstjóri og fulltrúar frá Reykjavíkurborg hafi kynnta með þeim hætti. Það myndi þýða það að sko hvert og eitt sveitarfélag hefur neitunarvald. Ég nú ekki að kannski tala það hérna út af því að neitunarvaldi sé eitthvað sem notað, en það þýðir það í rauninni bara svæðisskipulagsnefnd tekur máli fyrir og þarf að samþykkja breytinguna og senda hana svo út til sveitarfélagana. Þannig að það alltaf þessi málamiðlun og samstarf sem á sér stað á vettvangi allra sveitarfélagana. Breytingar á aðalskipulagi myndu einhvað síður fara fyrir nefndina og eru ræddar þar.
En hér hefur komið bara fram bein tillaga það hvort að við ættum ekki að fá mat á því hvort að þessi rök þeirra standist. Og bara til að það sé öllum ljóst þá það semst í kafla 6 í þessari lýsingu á blaðsíðu 12 þar sem að þeir fjalla þetta samræmi við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og telja vegna þess að það sé efnistöku og efnislosunarsvæði að þá falli það ekki undir breytingu á svæðisskipulagi í aðeins lengra máli reyndar í textanum. En ég get bara vel fallist á það því ég verð að viðurkenna þegar ég las þetta í gegn þá kom þetta mér á óvart því ég hafði séð fyrir mér hitt ferli. Sko ég kaupi það samt að það þurfi ekki breyting á svæðisskipulagi á þeim rökum að þetta einmitt sé ekki hluta þéttbýli og þú virðir þetta út úr dreifbýli. En það reynda líka alveg sömu rök og við vorum að nota fyrir til dæmis uppbyggingu gagnavera. Það væri eitthvað sem við vildum út úr þéttbýli og í dreifbýli. Þannig að ég tek alveg undir þær athugasemdir sem hafa komið fram hérna. Það er kannski þá ekki fullt samræmi þarna á milli þess hvernig þetta sé túlkað. Og mér finnst það bara ekki óskynsamlegt að máli verði þá bara tekið fyrir þannig að við gætum ákveðið það hér í bæjarstjórn að vísa málinu aftur inn í skipulagsnefnd þar sem við getum þá óska eftir því að annarkvort okkar lögfræðingur eða einhver annar lögfræðingur færi yfir það til að vita hvort að við værum sammála því mati Reykjavíkurborgar að þetta fjalli ekki undir breytingu á svæðisskipulagi. Og ég held að ég bara það sé bara mikilvægt en sko ég tek líka undir þetta sem hefur komið hér fram varðandi álag á gatnakerfið og þungaflutninga. Það er enda nefnt aðeins í þessari lýsingu og yrði að sjálfsögðu hluti af umhverfismatinu sem þarf að fara fram, þessu mati á umhverfisþáttum og ég get ekki skilið þessi gögn öðru sinni að þetta sé bara gert ráð fyrir Sundabrautinni og ef að Sundabrautin komi ekki þá sé það nú bara mikill forsendubrestur við þessa uppbyggingu þarna. Og út af því að hér hefur verið fleygt fram svona ákveðin hræðsla okkar við frekari uppbyggingu á svæðinu að þá höfum við auðvitað fengum hér kynningar á sínu tíma þegar aðalskipulag Reykjavíkurborgar var í vinnslu að þá voru uppi þessar hugmyndir og hugmyndir að nota Álfsnesið í svona starfsemi. Við gerðum auðvitað við það athugasemdir, komum því skýrt og greinilega á framfæri en það er alveg ljóst að það er ákveðin vilji hjá Reykjavíkurborg til að koma svona starfsemi í burtu og upp á þetta svæði eða enn lengra í burtu og við þurfum örugglega að passa okkur og standa bara vaktina til að gæta hagsmuna Mosfellsbæjar í einu og öllu. En að þessu sögðu þá held ég að í ljós þessari tillögu sem hefur komið hér fram og þeirra umræðu sem átti þessi stað í kringum borðið að það væri það bara skynsamlegt að bæjarstjórn myndum ákveða bara að vísa þessu máli aftur inn í skipulagsnefnd og nefndin myndi þá óska eftir áliti lögfræðinga á því hvort að þetta sé rétt mat hjá Reykjavíkurborg. Eftir atvikum svæðisskipulagsnefnd. Já og sko máli fer náttúrulega fyrir svæðisskipulagsnefnd en þá erum við kannski með í þessu tilfelli að undirbúa okkur fulltrúa í svæðisskipulagsnefnd kannski líka frekar undir umræðina á þeim vettvangi. Já. Theodór, þú ert næstur, gjörðu svo vel. Forseti, því að það hefur nú verið þó nokkur umræði hérna hinum hefur myndaðið þetta og setja niður skipulagsnefnd og sjálfur sér þykir miður að vera fjöllamynda svona hér, við hefðum átt okkur betur á því þar en þegar maður kynir sér þetta betur og við þessar umræðu þá við höfum lesið þetta, þá kemur þetta fram að svæðið, þar sem rök Reykjavíkurborgar snúa að því að sé að ræða efnistöku og efnislosunarsvæði og vísa þar í skipulagsreglugerð. G-lið, skipulagsreglugerð með leyfi forseta að ég má lesa bæði úr tillögunni að lýsingunni. Það sem framangreind starfsemi björgunar felst aðeins í flutningi og vinnslu náttúrulega jarðefna samræmist landnotkunin best skilgreiningu á landnotkunarflokknum efnistöku og efnislosunarsvæði. Og vísaði reglugerðina sem aftur hljómar svona. Efnistöku og efnislosunarsvæði. Svæði þar sem ráðgert er að taka, vinna eða losa jarðefni. Efnistöku svæði eru svæði landi í sjóm og á með vötnum þar sem framfer eða fyrirhverju efnistaka efnisvinnsla svo sem malarnám, sandnám, grjótnám, gjallanám og vikunám. Efnislosunarsvæði eru á svæði á landi í sjó í ám, vötnum þar sem fer fram eða fyrirhverju landfyllingar losun jarðefna sem eru hrein og ómenguð svo sem jarðefni sem tilfalla vegna byggingaframkvæmda. Þetta svæði er þannig að það á að dæla sandi á land og ég hugsa landnotkunin úr skipi og dæla sandi á land. Þetta getur þá
líklega ekki fallið, eða var allavega, þetta hefði margir þekkingu til að meta það beint, en það var þessum mikilvægt kannski fyrir okkur að fá álit á því að við höldum áfram, hvort þessi flokkun sé rétt. Af því að mér finnst eins og reglugerðin fjalla það að þarna þurfi að vera jarðefni fyrir svo að sé hægt að vinna þau til efnistöku, ekki að þessi komi fyrir. Þannig að ég skil tilraunin til að gera þetta svona. Ég held eins og að lögfræðilega sé mögulega rétt að þetta sé aðkomu efni sem á að vinna og sé kannski meira flutningur á fyrirtækinu heldur en annað. En í það minnsta þá, ef við fáum þessi svör, þá erum við bara tilbúin til þess og ég held að það þurfi ekkert okkur til, það munum aðrir í ferlinu spyrja sömu spurningar, en ég held að kannski fyrir okkur í skipulagsnefnd tillögum sem komum fram að við fáum þetta aftur til umfjöllunar til þessar afgreiðslu í okkur. Ég held að það sé vel til fundið og kannski leitt að hafa ekki hugað betur að því nefndin, en þetta er þó góður tími til að fjalla þetta. En takk fyrir. Samson, þú næst ekki að svör. Já, forseti. Já, mér finnst þarna þetta hafa verið afskaplega gagnleg umræða sem við höfum haft hérna og tek undir margt, flest af því sem hefur verið sagt hérna og ég held að við verum að taka þetta svolítið til okkar sem að Theodór var að benda okkur á að við hefðum hugsanlega átt að tala meira þetta í skipulagsnefnd. En ég myndi segja að þetta er fyrirmynda umræða sem hefur verið hérna. Þetta er svona, er þetta ekki það sem kallað umræðustjórnmál? Og svona finnst mér að við ættum oftast að vera, þó svo að við þurfum kannski einhvað stundum að sperra okkur stundum. En ég hef nú reyndar haft þá upplifun að við höfum stundað þessi vinnubrögð mikið í skipulagsnefnd og er afskaplega ánægður með það. Já, umræðustjórnmál. En það er eitt kannski sem að ég get verið kannski, mér finnst kannski megin áherslan sem að við eigum að leggja er það að burt séð frá því hvort þetta standi skipulagslög eða ekki. Og ekki vera að tengja þetta endilega þessu landi undir gagnaver. Mér finnst það ekki vera megin málið. Ég held að megin málið sé það hvort að þessi starfsemi passi þarna á þessum stað, tekið tillit til þess að þetta hefur áhrif á umhverfið, náttúruna og umhverfið þarna nálagt og jafnvel langt frá ef það er mikið sandfok og svoleiðis þarna. Og þetta hefur mikil áhrif á byggðina okkur hér. Hefur væntanlega fyrst og fremst neikvæð áhrif að vera með mikið af bílum akandi hér í gegnum bæinn með sand á pallinum. Ég held að það sé frekar neikvæð. Þannig mér finnst það verið meginmálið. Hvort að þessi starfsemi yfir höfuð hendi á þessu svæði. Og að minnsta kosti verðum við að berjast fyrir því að þetta verði gert þá á sem bestan veg. Minnsta kosti. Þannig að mjög ánægður að þessi umræða hafi farið hérna fram og mjög ánægður að við séum held ég öll sammála það að senda þetta aftur í skipulagsnefnd þar sem að við munum taka snúninga á þessu þar. Já, ég tel við séu nákvæmlega komin á þann punkt að taka afstöðu til þessara tillögu sem að Hafsteinn dreifaði hérna á hann og er það rétt skilið að það verður bara fært til bókar málið vísað aftur til skipulagsnefndar og síðan verður það bara tekið það til umfjöllunar í samræmi við þessa umræðu hér. Við erum ekkert að útvista frekar. Er málinu vísað aftur til skipulagsnefndar. Allir sem að samþykja það, en var greið atkvæðið það, málinu vísað aftur til skipulagsnefndar, samþykkt með 9 atkvæðum og verður hér fært til bókar. Þá erum við búin að ræða þetta mál. Í nummer 2, mál nummer 2, aðalskipulag Reykjavíkur og svo framvegis. Þetta var 1 mál af 17 málum. Nei, það fyrirgeðu hann ekki alveg rétt. 16 verður víst. Þessu sinni, en orðið er ennþá laust þessa fundargerð að öðru leyti. Samson, gjörðu svo vel. Já, ég kem hérna undir málinu grænt skipulag sem er númer 12. Mér er þetta verkefni afskaplega kært, þar sem ég hugsa mikið græn mál og
sumir hafa haft á orðið að ég get varla sagt eina setningu nema að minnast á plöntur eða eitthvað grænt. En við fjöllum þetta á skipulagsnefnd og þar kom fram tillaga að skipa vinnuhóp eða hóp í kringum þetta og ég held að það sé mjög gott. Mér langar að minnast á þetta verkefni hérna vegna þess að ég hefði oft á tilfinninguna að svona verkefni sem að fólk hefur stundum á tilfinninguna séu léttvæg og ég vona að ég hef ekki selt þetta undir fölskum forsendum þegar ég kom með þessa tillögu hérna, hvað ég hitti fyrra, tillaga sem að ég kom með hérna fyrir hönd Samfylkingarinnar, að þetta er stórt verkefni en þetta er afskaplega mikilvægt verkefni. Ég hef gert reglulega fyrirspurnir það hvernig málin standa með græna netið, eða græna skipulagið, ég kalla þetta græna netið og svörin sem ég hef fengið eru vanalega þau að það er svolítið að það er mikið að gera hjá bænum og hefur kannski ekki reynst að fara mikið í þetta og bara eðlilega skýringar á því og að hugsanlega þyrftum við að kaupa aðvinn í þessu eins og tillaga Samfylkingarinn gekk út á hérna á síðasta bæjarstjórnarfundi. Og ég held að það sé mjög gott, en við megum samt sem að ekki gleyma því að þetta er líka stórt verkefni fyrir bæinn sjálfan. Þetta er í raun og veru að sumu leyti svolítið eins og aðalskipulag, nema það verið að tala græn svæði og allt sem fylgir því. Við getum talað eins og negatífuna af byggðaumhverfinu. Og við megum ekki vanmeta þetta og ég held að þetta sé afskaplega góður undanfari fyrir svo framtíðar aðalskipulag Mosfellsbæjar sem það þarf að fara í, ég veit ekki hvenær áætlað að fara í það næst, en afskaplega góður undanfari fyrir það og misvandasamt, getur verið töluvert vandasamt að skoða mál sem eru utan byggðamarkana út af ýmsum forsendum, en afskaplega mikilvægt og það er auðvitað hægt að áfangaskipta þessu verkefni töluvert. Það er hægt að byrja á svona stóru málunum og kafa sig svo niður í smærri mál. En svona hluti af þessu er samt svona áður einhvers konar stefnumörkun sem að þarf að vinna, eins og til dæmis skógræktarstefna, ræktunarstefna og í því samhengi til dæmis get ég minnt á það að í núverandi aðalskipulagi er talað svona vissu leyti til dæmis skógrækt og það sem að kalla visttengt, það sem verið að tala að fara hérna á heiðina, eyðimörkina hérna fyrir ofan, hérna Mosfellsheiðina en það hefur kannski ekki margt verið gert af því sem að stendur í aðalskipulaginu í þessum málum og svo stefna sem er í gangi núna. En þarna er skoðað í meira samhengi allt og allt sett í stórt samhengi og unnið þannig að hægt sé að fara að vinna eftir því markvisst. Og hluti af græna skipulaginu er líka auðvitað það sem snertir íbúana beint. Það er auðvitað mynda skjól fyrir bæinn, en kannski það sem skiptir ekki minna máli. Það er útivistarstefna og hún er hluti af þessu skipulagi. Danir hafa talað parkpólitík, það geti verið allt í lagi að kalla það, þó það sé kannski ekki íslenska, en þetta er afskaplega mikilvæg mál, þannig að ég vil bara ítrekka það hérna að þetta er töluvert stórt mál, það kostar pening, en ég held að það sé vel peningana virði að fara í þetta og mjög góður undirbúningur fyrir næsta aðalskipulag að gera grænt skipulag. Takk. Já, Bryndís, þú veist. Já. Forseti, ég ætla að taka til máls undir þessu sama lið hérna grænt skipulag og kannski bara fara yfir það. Ég er sammála Samsoni í því, ég held að þetta sé mikilvægt verkefni og í rauninni bara ákveðin partur af aðalskipulagi.
Þannig að okkur ber skylda til þess að taka afstöðu til þess eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar hvort að endurskoða eigi aðalskipulag. Það var ekki talin þörf á því eftir síðustu kosningar, enda höfðum við þá nýlokið endurskoðun. Þannig að það er ekkert ólíklegt að það verði einhver önnur afstaða eftir næstu kosningar og þá allavega er þá búið að hefja vinnu við einn hlutan af því og það er töluvert síðan þessi hugmynd kom hér upp og það er alveg rétt sem að Samson kemur inn á að okkur hefur ekki auðnast að vinna í því verkefni eins og maður hefði viljað sjálfur. Það voru uppi hugmyndir að vinna þetta innanhús, við höfum hæfan starfsmann í garðyrkjudeildinu sem hafði áhuga á sinna verkefninu. Sá starfsmaður reyndar fór bara í fæðingarholu og hafði svo nógu öðru að sinna þannig og verkefnin hafa verið hér ærin á umhverfissviðinu sem hefur orðið þess valdandi að þetta verkefni hefur svona orðið út undan og þess vegna held ég að sé bara vel til þess fundi eins og hefur verið fjallað varðandi fjárhagsáætlun að eyrnamerkja einhverja sérstaklega pening í það, hvort sem það er utanámskipta aðstoð eða kaupa inn einhver sérfræðing eða í ákveðin tíma. En kannski bara aðeins til að skýra það því að það er nú ekki svona hefð hjá okkur að vera mikið í því að búa til svona undirhópa í nefndum. En þá eins og þið væntanlega sjáuð bæði á þessari fundagerð og á fundagerðum skipulagsnefndar yfirleitt að þá eru málin ansi mörg sem að krefjast afgreiðslu skipulagsnefndar og við erum afgreiðslunefnd og erum að afgreiðsla stjórnsýsluleg erindi og þess vegna mikilvægt að halda í rauninni dampi í þeirri afgreiðslu. Við höfðum haft svona uppi markmiðum það í okkar starfsáætlun að taka frá ákveðna tíma eða ákveðna fundi sem myndu fjalla ákveðin málefni og gefa okkur svona rýmri tíma í það. Í miður hefur það bara ekki heldur gengið eftir og við höfum í rauninni oftar átt erfitt með að klára dagskrána heldur en hitt. Þannig að það sem að tillaga mín gengur þarna út á er í rauninni að Samson Harðarson sem er tillöguflytjandi og þá fulltrúi minnihluta myndi skipa þennan hóp ásamt Bjarka Bjarnasyni sem er þá fulltrúi meirihluta og svo umhverfisstjóra og skipulagsstjóra. Og þeir myndu í rauninni bara setjast yfir þetta verkefni og bara setja ramma utan það hvernig við ætlum að vinna þetta. En vinnan verður auðvitað innan skipulagsnefndar. Við erum ekki að tala neina vinnu, við verkefni sjálft, heldur fyrst og fremst kannski að ramma það inn. Það hefur líka verið rætt til dæmis í skipulagsnefnd, í bæjarstjórnum skógræktarstefnu og það var hluti af aðalskipulaginu á sínu tíma, þá nefnum við það væri æskilegt að gera stefnu í skógrækt. En þegar þessi tillaga kom upp að þá fjöllum við það í skipulagsnefnd að hún myndi í rauninni yfirtaka það verkefni líka, myndi innifala það einhvern veginn líka í sér. Og ég til dæmis bara svo ég segi hvað ég sé fyrir mér, að ég sé fyrir mér einhvers konar þemakort sem fylgir aðalskipulagi og inn í greinargerð það. Við höfum nálgast þetta ágætlega í svæðisskipulaginu með þemakortum og umræðu þar sem talað fjölbreytt útivistarsvæði í útjaðrinum og náttúruperlur og annað þess að það. Þannig að ég held að við höfum alveg ágætis fyrirmyndir í því og bara ég var glöð að þetta var samþykkt þarna inn í nefndinni og ætla bara að óska þessum ágætu herramönnum, átta mér reyndar á því að það er ekkert jafnrétti í þessum litla starfshóp okkar. En það verður að hafa það þessu sinni, en þeirra verkefni er þá fyrst og fremst í rauninni að setja niður bara ramma hvernig við ætlum að nálgast þetta verkefni. Og svo vænti ég þess þá í kjölfarið að við höfum bæði aukið svigrúm innan skipulagsnefndar og svo þá hjá starfsfólki eða utanaðkomandi ráðgjöfum til að fara í verkefni sem að ég tek undir að er brýnt og sé fyrir mér að verði hluti af nýju aðalskipulagi sveitarfélagsins. Já, ég er nú sett sjálf með á mæðarklóm. Þetta er eins og Ólafur Inga áðan, það er eiginlega búið að segja allt sem ég ætla að segja. Það er bæði Samson og Bryndís sem hafa talað þetta mál, en þetta er bara svo maður áreiti það sem sagt að þessi vinnuhópur sem svo kallaður er bara einhver svona hópur sem mun hittast í takmörku skipti, setjast niður, fulltrúi og skipulagsnefnd og svo þeir embættismenn sem hafa mest með þetta að gera og aðeins að svona skerpa á því hvað við ætlum að gera. Því þetta er ýmis hugtök á lofti, það er búið að tala endurskipun og aðalskipulaginu hér sem liggur í loftinu snemma á næsta kjörtímabili. Nú það er búið að ákveða að gera umhverfisstefnu og
Skógræktarstefnan hefur líka verið í umræðinni og það þarf að taka afstöðu til hvað hún fellur undir, hvort hún falli undir umhverfisstefnu. Það er líka í deiglunni og við vorum einmitt með að ræða það á síðasta fundi umhverfisnefndar og er til umfjöllunar á umhverfissviði einmitt svona svipað og þessi vinnuhópur mun gera, skerpa á því hvað á umhverfisstefnan að snúast, hversu víðfeðm á hún að vera og svo framvegis. En ég ætla ekki að orðlengja þetta, ég held að þetta sé bara mjög gott að setja þetta í þennan farveg og síðan kemur þetta áliti eða niðurstöður þessa vinnuhófs aftur inn til skipulagsnefndar og þannig heldur boltinn áfram. Og þetta hefur líka verið rætt í sambandi við fjárhagsáætlunargerðina. En fleiri hafa ekki hvatt hljóðs fyrir gerðu, segir hann. Afsakið. Þú ert þá bara næsta mælendaskrá þetta mál. Gjör svo vel. Já, ágæti forseti. Ég tek undir orðans Samsonar. Þetta mjög umfangsmikið verkefni og ég held að það skil ekki góðum árangri nema vel sé að því staðið. Og við í íbúðarhreyfingunni höfum haft mikinn áhuga á að kortleggja náttúrufar í Mosfellsbæ og það yrði til dæmis mjög stór hluti af þessu verkefni. Að kortleggja svæði til dæmis sem að henta til skógræktar, að kortleggja svæði, fuglasvæði, gróður, landslag, votlendi, jarðhitasvæði og svo framvegis. Það þarf að skoða þetta allt, vatnsverndarsvæðin og svo framvegis, afla upplýsinga þessi svæði og á grundvelli faglegra þekkingar síðan að búa til umhverfisskipulag. Það er eiginlega verkefni sem að svona umhverfisskipulag þyrfti að byggja á. Og mér langar að segja frá því að til dæmis við gerðum fjárhagsáætlunar 2014 eða fyrir árið 2015 þá lagði íbúðarhreyfingin til sérstaka að það yrði gerð sérstök náttúruverndaráætlun, umhverfisstefna, umhverfisstefna mætti kalla það líka, sem yrði hluti af svæðis- og aðalskipulagi. Áætlunin yrði liður í að efla umhverfisvitund í tengslum við skipulag og framkvæmdir og stuðlast þannig að því að áætlanir og umgengni taki mið af gæðum náttúru og sé í anda sjálfbæra þróunar. Þungamiðjan í verkefninu er að kortleggja lífríki og náttúrufar í Mosfellsbæ svo sem búsvæði fugla og fiska, gróður, landslag, votlendi, jarðhitasvæði, uppsprettur ferskvatns og svo framvegis. Einnig að semja reglur umgengni framkvæmda aðila á náttúrusvæðum og fá til þess leiðsögn til þess bara stofnana. Umhverfisnefnd hefði umsjón með verkefninu og spurning hvort hægt væri að útvista því til nemenda í umhverfis- og náttúrufræðum í Fjölbrautaskóla Mosfellsbæjar, Landbúnaðarháskólanum eða Háskóla Íslands. Svona kannski til að gera þetta aðeins. Og náttúrulega verkefni yrði liður í að bæta skipulagsgerð og umgengni við náttúruperlur Mosfellsbæjar. Þetta var svona grunnhugmyndin og ég held að þessi tillaga íbúðarhreyfingarinnar sem fékk því miður ekki framgang 2014. Ég held að hún harmóneri mjög vel með gerð græns skipulags af því að grænt skipulag þarf náttúrulega að byggja á kortlagningu þess svæðis sem að skipulagi tekur til. Mig langar líka til að leggja til í samband við þetta verkefni
Við í íbúðarhreyfingunni erum mjög áhugasöm skipulag og náttúruvernd og mig langar að leggja til að hún Úrsúla Junnemann fá að taka sæti í þessari nefnd. Það líka lagast á eitthvað kynjahallinn í nefndinni og Úrsúla, hún þekkir hverja einustu þúfu í Mosfellsbæ. Hún hefur gert, á námskeiðum í Landbúnaðarháskólanum, hefur hún gert rannsóknir á fuglalífi við Leiruvog. Hún mikil skógræktarkona og svo framvegis. Og hún væri, ég held að það væri fengur fyrir nefndina að fá hana með í lið vegna þess að hún hefur einfaldlega mjög mikið til þessara mála að leggja. Samson, gjör svo vel. Forseti. Mér langar að leggja ríka áherslu á það að grænt skipulag felur þessi marga þætti og einn afskaplega mikilvægur þáttur umhverfisvernd. En þetta það einungis einn þáttur, umhverfisvernd, náttúruvernd í grænu skipulagi. Einn aðal útgangspunkturinn í grænu skipulagi að skipuleggja umhverfið bæði innan byggðamarkana og utan út frá þörf íbúanna til útivistar og þetta kemur inn á til dæmis bara það að ferðast bæinn, hvort sem þú ert að fara í vinnu eða skóla eða í hreinni útivist. Þannig að það kannski einn megin útgangspunkturinn og það eru teknir ýmsir þættir inn í grænt skipulag það sem við erum að nota, við getum kallað það náttúrulega ferla eins og til dæmis hvað varðar ofanvatnslausnir, þar sem við erum að nýta græn svæði til þess að spara okkur pening meðal annars í fráveitugerð og svoleiðis. En ég ekki að gera lítið úr umhverfis- og náttúruvernd en það einungis hluti af þessu skipulagi og það verður að passa að það sé jafnvægi í öllum þessum hlutum og í raun og veru þá maðurinn í fyrsta sæti þarna en samkvæmt þeim fræðum sem að ég hef stundað þá fer það gjarnan mjög vel saman að góð útivist, gott umhverfi byggir á því að það sé tekið mikið tillit til náttúrunnar og náttúrugæðanna. Svo langar mig að benda á það að þetta í sjálfu sér ekki alveg nýtt svoleiðis. Þetta hefur ekki verið gert undir þessu heiti á Íslandi. Það hefur verið unnið að nokkurn svipaðan hátt í Reykjavík. En til að mynda þau fræði sem ég þekki best í þessu koma frá Noregi og 2014 gaf umhverfis og ég held að heiti umhverfis- og skipulagsráðuneytið út bók það hvernig staðið að þessum málum. Þannig að það eru til mjög góðar fyrirmyndir, það til mjög góð fyrirmynd frá Hamborg í Þýskalandi, mjög marga fyrirmyndir á Norðurlöndunum, þannig að þetta ákveðið ferli sem hægt að fara í, þetta smá munur á þeim, en þannig að, og það alltaf mjög gott að geta fylgt einhverju viðurkenndu ferli, þar sem að haldið jafnvægi í öllum þáttum. Takk, ég geti talað þetta í allan dag. Það var nótt. Já, Bryndís. Þurftir að fá að fara á klósetti samt á milli. Þú gerð svo vel. Ég var búin að lyfta upp hönd líka. Ég næst, forseti. Já, forseti, varðandi tillögu frá bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingunum að fulltrúi þeirra í umhverfisnefnd fengi sæti líka í þessum starfshóp eða vinnuhóp eða hvað við köllum þetta. Bara segi ég ekkert athugavert við það ef fært fólk tilbúið að setjast niður og afmarka þetta verkefni. Þá finnst mér ekki því til fyrirstöðu. Ég bara ítreka samt að hér ekki formlega nefndaræða. Við erum ekki að tala launakerfi eða fundagerfi annað heldur bara verkefni að ramma inn þetta verkefni sem svo skipulagsnefndar og umhverfisnefnd munu örugglega koma að því sem
sem sko álitsgjafi eða eitthvað slíkt, við eftir að móta það frekar, þannig að ég held við myndum bara koma því á framfæri til embættismanna þegar þið búa til fundar að boða Úrsúlu ef hún tilbúin í það, bara fagna í því. Þá batnar líka þetta ómögulega kynjahlutfall sem var í nefndinni. Já, Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Mér langar aðeins að koma með athugasemdir þar sem að Samson var að segja. Þar sem að þau útivistarsvæði sem að hafa mest gildi fyrir mannin, það eru svæði þar sem að lífríkið er í blóma. Það eru svæði þar sem að til dæmis eins og ef við tökum Árbakka, það var fá svæði jafn mikið útivistargildi og Árbakkar. Þar er fuglalíf, þar er fallegt gróður lífríki og svo framvegis. Þannig að þetta hangir allt saman. Upplifun mannsins, það að setja mannin í fyrsta sæti, það er líka að setja náttúruna í fyrsta sæti. Og síðan náttúrulega þarf að búa til innviði til þess að tengja þetta allt saman og gera lífið í bænum ánægjulegra fyrir íbúana. En allavega þetta hangir á sömu spýtunni. Já, fleiri hafa nú ekki hvað til hljós þetta mál. Það segja nummer 12. Og ég þakka fyrir þetta. Er eitthvað önnur mál sem í þessari fundargerð sem að nefndamenn vilja ræða? Við erum búin með 2 mál að þessu, en orðið er ennþá laust fundargerð skipulagsnefndar frá 10. nóvember. Engin þessi ljós, þá er umræðum lokið og við göngum til atkvæða fundargerð skipulagsnefndar. Við erum að greiða atkvæða fundargerð skipulagsnefndar og hún er samþykkt hér með 9 atkvæðum. Þá er komið að fræðslunefnd. Fræðslunefnd Mosfellsbæjar hér fund 8. nóvember síðastliðinn. Sá fundur var númer 343 og ég gef orðið laust. Fundargerð fræðslunefndar. Nú, engin kveður sér hljóðst þessa fundargerð, þá er umræða lokið og þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er lokið umræðu og atkvæðagreiðslum fundargerðir sem við greiðum atkvæðum og þá er komið að fundargerðum sem eru lagðar hér fram til kynningar og umræðu og kynningar. Og fyrst er þar, þetta eru einhver 6 fundargerðir og fyrst er að ræða afgreiðslufund byggingafulltrúa og nr. 320 haldinn 7. nóvember síðastliðinn. Orðið laust þá fundargerð. Engin kveður sér hljóðs þá fundargerð og þá er hún lögð fram. Síðan kemur fundargerð eða fundargerð fyrir afgreiðslufund skipulagsfulltrúa. Það var haldinn 2. nóvember síðastliðinn. Fundur nr. 22 og ég gef orðið laust þá fundargerð. Engin kveður sér hljóðs og þá er sú fundargerð lögð fram. Næst er komið að fundargerð í stjórn Samband Íslenskra Sveitarfélaga. Hann var númer 853, hvorki meira né minna. 21 mál á dagskrá. Þessi fundur var haldinn 27. október síðastliðinn í allsherjarbúð, eins og stendur hér, Borgartúni 30 Reykjavík. Ég gef orðið laust þá fundargerð. Engin kveður sér hljóðs, þá er sú fundargerð lögð fram. Þá komið að strætó byggðasamlagi og ég gef orðið laust og það er hér hönd á lofti, Bryndís Haraldsdóttir. Gjör svo vel.
Sæll forseti, ég ætla að halda mig við hefðina og koma hér upp. En fyrst og fremst til að biðjast afsökunar á því að ég var fjarverandi á þessum ágæta stjórnarfundi Strætó. Þar sem ég var upptekinn og minn ágæti varamaður var líka erlendis. Og það er ástæðan fyrir því að þarna ekki fulltrúi frá Mosfellsbæ. En dagskráin var lítil og þarna var fyrst og fremst verið að fjalla leiðakerfi og ég bara fór yfir það hér áðan að það er varðandi leið nr. 7. En þarna sjáum við líka athugasemdir sem borist frá Reykjavík þegar eða hverfisráði Grafarvogs þegar verið var að vinna þetta og kannski til að skýra það fyrir fólki að það er ekki svo auðvelt að breyta leiðakerfum og það eru ýmsir hagsmunir undir að þarna auðvitað hér er hverfisráð Grafarvogs athugasemdir við þær hugmyndir sem uppi voru breytingar þar. Og akstursþjónustu fatlaða þá ætla ég að nefna það sérstaklega stjórn með leyfi forseta leggur áherslu á það sem fyrst verði á vegum samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og nú beini ég orðum mínum til fulltrúa okkar í stjórn SSH að það verði skipuð undirbúningsnefnd vegna nýs útboðs á akstri fatlaðs fólks og að fulltrúi stjórn Strætó í sæti í nefndinni. Og ég held að sé mjög mikilvægt í ljósi þeirra eldskírnar sem við fórum í gegnum varðandi ferðaþjónustu fatlaða að það sé byrjað nægilega tímalega að undirbúa það verkefni og allir séu mjög meðvitaður hvar ábyrgðin liggur og þess áttar og taka mið af þeirri skýrslu sem var. Svo ætla ég að gleðja fundarmenn með því að ég mun ekki óska eftir því að taka til máls undir næstu fundargerð Strætó sem var fundurinn áður. Þar var ekkert sérstaklega markvert og ekkert sem ekki hefur verið fjallað hér áður. Já. Nú, þú vilt ræða þessa fundargerð? Já, gerðu svo vel, Sigrún. Við erum að ræða fundargerð stjórnar Strætó ennþá, númer 275. Mér langar til að forvitnast ágæti fyrirverandi formaður Strætó. Þá langar mér til að forvitnast ég hef séð erlendis að strætisvagnar eru á mörgum stöðum sérstaklega búnir fyrir það að fatlaðir geta komist inn í Strætó hjálparlaust í hjólastólum. Hefur það mál verið eitthvað rætt í stjórn Strætó eða bara það kostar náttúrulega að það verði passað upp á allir innviðir sé í lagi að allstaðar sé aðgengi fyrir fatlaða á gangstéttum og svo framvegis og gangstéttir séu líka í sæmilega góðu lagi og svo framvegis. En hefur þetta verið rætt hjá Strætó? Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti til að bregðast við þessu, já, þetta hefur verið rætt og alloft farið yfir og það er þannig að ég myndi segja nánast í allir vagnar, allavega það kann að vera að sé einhverju eldri vagnar sem eru stundum í notkun ef aðrir eru bilaðir eitthvað þess áttar að þá eru nánast í allir vagnar með rampa en það þýðir reyndar það að það þarf handafl til að taka rampan út og leggja niður þannig að sá sem er í hjólastól geti farið upp rampan og þá þarf aðstoð frá einhverjum öðrum farþega eða fylgdarmanni eitthvað slíkt við það. Aftur á móti er það þannig í borgarlínunni, hugmyndafræðin við borgarlínunni er ekki bara sérrými, heldur líka að vagnarnir þar eru hannaðir þannig að aðgengið er þægilegra fyrir alla. Það er að segja að þeir eru líkari því sem við þekkjum í lestum að þeir komi alveg upp að gangstéttabrúninni sem er þá væntanlega hærri í einhverjum tilfellum eða þeir leggist allavega alveg að og þá vera alveg beint aðgengi sem er bæði fyrir hjólastóla og bara barnavagna og aðra sem eiga erfitt með gang og ætti að gera þetta þægilega fyrir alla. Þannig að það er nú einn af kostunum við borgarlínuna. En við höfum verið að vinna og það hefur sést hér bæði í fundargerðum hjá Strætó og líka í fundargerðum hjá SSH áskorun frá Sjálfsbjörg að vinna að þessu verkefni að tryggja aðgengi fyrir alla í gula vagnin og setja upp til dæmis merkingar að tryggja það að vagn sem er á ferðinni sé með þessum búnaði. En kannski stóra málið eins og bæjarfulltrúinn kemur inn á er aðgengi að biðstöðum og ég held að það sé ágætt bara að formaður fjölskyldunefndar taki það til sín út að ég veit að hann hefur mikinn áhuga á ferlimálum að huga sérstaklega því að það væri nú kannski byrjunin að tryggja aðgengi á stoppistöðun okkar í kringum miðbæinn sé með þeim hætti að það sé auðveldara að komast að henni. Hafsteinn, gjörðu svo vel. Forseti, í mínum huga er þetta alveg skýrt hvert leiðarljósið er. Það er samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem tryggir aðgengi. Það er ekki bara að byggingum, heldur að samgöngum líka og því er það
bara skýrt hvert verkefnið er og það er okkar að sinna því og allir nýri vagnar eru með þannig möguleika. Auðvitað þarf götukassin og umhverfið að vera þannig að það gangi upp en þetta er viðfangsefnið okkar og það ber okkur að fara. Takk. Nú, fleiri hafa ekki kastað ljósum þessa fundargerð, nr. 275 í Stjórnstrætó, þá er hún lögð fram hér og nú. Þá eru eftir tvær fundargerðir, tilkynningar, það er Sorpa. Sá fundur var nr. 380 og haldinn á skrifstofu byggðasamlagsins föstudaginn 27. október. Ég gef orðalaust, engin kveður sér fjós og þá er sú fundargerð lögð fram. Þá er komið að síðustu fundargerðinni í kvöld og það er reyndar fundargerð sem að hefði kannski átt að vera undan hinni, allavega er þessi fundur haldinn á undan. Það er fundargerð Stjórnarstrætó byggðasamlags nr. 274, það var haldinn 13. október í Mjóddinni og ég gef orðalaust, engin kveður sér fjós þá fundargerð og þá er hún lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessu fundi og ég þakka fundarsveituna og segi fundi slítið.